stjörnulögfræðingurinn og óskabarn Napoli, Vilhjálmur Vilhjálmsson. Við förum yfir flúrin, fótboltan og flóttan frá fróni, dómstól götunnar, mistök sem fólk gerir í lífinu, mistök sem Villi gerði í lífinu, ritgerðarmálið sem leiddi til þess að Villi fékk hvergi annars staðar vinnu en á Blönduósi, töp og sigra á ferlinum, dómsmál sem vert að segja frá, Landsréttarmálið og fleiri stórgóðarsögur frá ferlinum og persónulegu lífi Villa. Eftir að Villi samþykkti að koma í þáttinn þá fékk ég eftirfarandi skilaboð frá honum sem ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur. Það eitt skilyrði fyrir þessu viðtali en ég veit að það ekkert mál því þú ert maður en ekki mús og ekki köttur eða raðhús. Þú þarft að taka rúnt með mér á mótorhjólinu fyrir spjallið. Ég gekkst að sjálfsögðu við því en það vildi ég ekki missa þetta viðtal úr höndunum eða vera titlað raðhús og í kjölfarið spurði hann hvort ég væri ekki pottþétt líftryggður. Það þótti mér hrikalega henturspurning því ég er að sjálfsögðu líftryggður hjá Sjóvá, samstarfsaðila þáttarins, þar sem tjónlausir viðskiptavinir fá hluta sinna iðgjalda endurgreidda ár hvert og þessi rúndurinn gekk stórslysalaust fyrir sig á geri enn tilkall í þessa endurgreiðslu. Sjóvá tryggir ánægðari viðskiptavini. Og þar með mætti segja að Villi Vil tryggir ánægjulegri viðtöl því að samband manns við viðmælanda eftir að hafa faðmað hann á mótorhjólinu í kvöldsólinni það er nánara. En það eru svo giflar sem eru með okkur í þessum þætti sem og íslenska sumrinu. Það kemst enginn út fyrir bæjarmörkinu sumar án þess að framvísa að lágmarki einum rauðum póka giflar, silkimjúkum kanilsnúðum og til allra þeirra sem tekla utanvegarhlaupinu sumar þá vil ég minna ykkur á að ef þið vinnið ekki hlaupið þá hafið þið ennþá kost á því að sigra keppnina flesta gifla innbyrta eftir hlaup. Það er ekki minni sjarmi yfir því að hreppa þann titil. Það er náttúrulega Ítalíu þema yfir þessum þætti og ég þori ekki annað en að skrúfa upp gæðin, fegurð og fáun þegar að Villi er annars vegar. Ólífa, hágæða, ítalska ólífólían styður þétt við bakið á þættinum sem og heilbrigðum lífstíl Ítala. Við stöndum í þakkarskuld við Ásur Reyins og Emil Hallfreðs að flytja ítölsku gæðin hingað til Íslands en þau halda ótröð áfram og ætla núna að sýna okkur hvernig Ítalir borða La Pala pítsur. Þið getið smakkað þær í byrjun júlí á Suðurlandsbraut og í Krónunni en þar opnar La Madre Pizza frá Ólífa fjölskyldunni. Takk fyrir að hlusta, vonandi hefur það gott í sumar og gaman af þessum þætti. Villi Vil sá 4. Gjörðu svo. Villi Vil, velkomin. Já, takk fyrir. Segðu mig hvað Pepe Rosso þýðir. Pepe Rosso, það er Blas Rocca, Erpur Eyvindarsson. Hann kíkti fyrir nokkrum árum til mín til Napoli og fór á kostum. Hann var búinn að vera í borginni í 5 mínútur þegar hann var búinn að heilla alla upp á skónum. Sko. Hann var komin upp á borð að rappa, búinn að setja músíkina sína í kerfið og það elsku hann allir sko. Þú veist, þetta var 20 manns út að borða saman á ítalskri trattoríu, mjög svona traditional og hann þekkti engan og hann var komin í þennan gír eftir smá stund. Og þau elskuðu hann og þau spurðu hvað heitir þú venni minn? Já, ég heiti Erpur og þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig það er að fyrir Ítalan að segja Erpur, þannig að það gekk ekki upp. Þannig að hann fékk nafnið Pepe og gekk undir því nafni þessa daga sem hann dvaldi í Napoli. Og svo buðu vinnur okkar okkur og Erpi á strönd sem er réttur utan borgina og Erpur mætti að sjálfsögðu og sólaði sig aðeins og tók 1 eða 2 rómflösku með. Já. Svo sofnaði hann í sólinni og vaknaði 5 tímum síðar án þess að setja á sig neina vörn eða annað en að setja rappgóð ekki á sig sólavörn sko. Nei. Og þá var hann orðinn svona frekar rauður og brunninn og þá fékk hann nafni Pepe Rosso. Og það er þá væntanlega Rosso rauði eða? Já. Þannig er nafni Pepe Rosso komið til sko, ég hef oft skorað á hann að bara slaufa þessu Blas Rocca nafni. Akkurat sko. Hann er búinn að vera með svo mörg nickname, hann er náttúrulega Erpur Eyvindarsson og hann er Blas Rocca og hann er Slagi Babarinn en hann hefur aldrei ítt fram Pepe Rosso sjálfur. Sko. Nei, hann er einhvern veginn að fela sig hvað þetta var það sko, en þetta er náttúrulega aðalnafni sko. Já, Pepe Rosso. Svo sólbrendi. Já. Sko, þú ert náttúrulega nánast túrgæt í Napoli, getur þú sagt mér bara hver er þín fyrstu kynni á þessari borg og af hverju ertu þarna svona mikið? Sko, leiðir mínar á Napoli og nágrennis, við skulum orða það þannig náðu saman 2002 og þá kem ég þarna fyrst fyrir í 4 vikna ferð byrja í Róm í nokkra daga fer svo til Positano er svo mjög lengi á Capri eða 10 daga sem ég mæla ekki með svona, já, 2-3 dagar það er fínt þar sko og svo er ég bara 1 dag í Napoli
og ég bara nýti daginn í að labba borgina og ég hef aldrei fundið fyrir öðrum eins krafti og lífsgleði á nokkrum staða sem ég komið á, þannig að ég ákvað það að þangað myndi ég fara aftur sem ég síðan gerði og síðan bara smám saman fjölgaði þessum ferðum og endaði með því að ég fór að kíkja þarna í heimsókn 5-6 sinnum á ári og leigja íbúð og finna mig samastað og dvalastað og þannig hefur þetta bara haldið áfram En ég nefnilega aðeins spurst fyrir út að ég sé mikið af Napoli bara í gegnum þig og bara þú ert alltaf að peppa þessa borg og svona smá talsmaður Napoli á Íslandi síðan ég að spyrja aðra út í þetta þá var já ég fór það var bara svolítið skítugt og bara ég var smá vonbrigði einhvern veginn og ég einhvern veginn áttum ekki á þessar borg en þú ert að tala einhver kraftur og svona er þetta þá meira fólkið heldur en bara göturnar og húsin sem eru þarna? Nei, þetta fólkin, stemningin viðhorf til lífsins, sálin, karakterinn allt þetta en síðan það þannig það er alveg sama til hvaða borgar þú ferð ef þú veist ekkert hvað þú ert að gera og ert ekkert búin að hugsa það fyrirfram þegar þú ert að koma til einhverja borgar í fyrsta skipti að þá er ekkert endilega víst að upplifunin verði neitt frábær Nei. Ég veit ekki þú veist hvað maður á að segja ef þú fer til London og ert bara á Oxford Street þá er það ekki neitt rosalega spennandi eða hugsanlega í Brixton eða þú fer til New York og ákveður að vera í Queens eða New Jersey allan tíman þá ertu ekkit endilega að fá rétta mynd af þessum borgum Nei, þannig að það á bara það nákvæmlega sama við þarna en síðan er það ekki bara borgin það er líka nærumhverfið í 45 minna fjarlægð frá Napoli með skipi þá eru Capri, Ischia, Procida 3 æðislegar eyjar sem eru allar ótrúlega ólíkar innbyrðis. Capri er playground svona eins og Saint-Tropez en gríðarlega falleg. Ischia er svona meira hefðbundnari, miklu stærri, miklu meiri fjölbreytni en alveg gullfalleg. Frábær veitingastæðir, frábært fólk, frábær hótel og svo er það Procida sem er svona nánast óspjölluð af túrisma. Engin svona stór hótel þar, allt svona minni hótel og hostel, veitingastæðir, gullfalleg gömul þorp, svona gamalt sjómannasamfélag sem er algjörlega beautiful og það er ekki nóg með þetta að því að síðan 60 km frá Napoli landleiðina ertu með Sorrento Skagan og Amalfi-ströndina sem er náttúrulega bara drauma veröld. En þegar þú mætir þarna, það er bara fólk kemur út í búðum og kallar á eftir William bara, það er þú ert nánast þess að lókall þarna. Ég lít hann á eftir að hafa verið þarna í nánast 20 ára, þá er þetta mín önnur heimaborg og ég get alveg sagt að fullum fötum að ég þekki Napoli jafnvel og ég þekki Reykjavík. Hversu mikið ertu þarna? Ætli ég fær ekki svona 5-6 ári. Já, hverju einast ári? Já. Og ert alveg í langar lotur eða? Það er misjæmt. Svona frá mars og þangað til að sumari kemur þá er ég svona frá 5 og upp í 7 daga. Já. Yfir sumatímana þá lengi ég döluna. Já. Og er kannski í þú veist 2 vikur, 17 daga. En þú veist þó ég fari til Napoli þá er ég ekkit endilega bara þar Þú veist ég fer til Lazio ræðislegi bæið þar, miðja vegu milli Rómar og Napoli sem heita Sperlonga og Gaeta. Síðasta sumar og þá keyrði ég alla Puglia á mótihjólinu. Ég er að fara núna eftir 3 vikur, þá er ég að fara á Nick Cave og Gorillaz tónleika í Verona, en þá flýg ég til Napoli og keyri síðan norður eftir. Hvernig flýgum maður til Napoli? Hérna? Það er bara komið beint flug frá Viss sem er bara mjög þægilegt. Okay. Annars er bara gott að fljúga beint í Milano eða Rómar eða jafnvel gegn Þýskaland. Það er svona helstu leiðirnar sem ég hef verið að fara. Hefur þú komið til Tenerife? Ég hef komið til Tenerife. Þú hefur gert það? Já. Varst það ekki jafn heillaður? Ég hef alveg ákveðin skilning á Tenerife upp að ákveðnu marki. Þú veist, það er beint flug ef að það er vetur og
þú kemst til Tenerife með einföldum hætti til þess að komast í sól, til að börnin komast í sundlaug og svo framvegis, þá hef ég skilning á því konsepti sko. Þú veist, svona frá nóvember og fram í febrúar. En þegar það eru aðrir möguleikar í stöðunni, þá finnst mér það algjörlega óskiljanlegt sko. Þannig að Og bara núna strax ætla ég að fá að biðja vin minn Egil Einarsson afsökunar á þessu, á því að hafa syndgat með þeim hætti sem ég gerði núna með því að lýsa þessu yfir sko. Nei, mér finnst það mjög pent og dipló sko, að Tenerife á rétt á sér ef það þarf að koma bönnunum í sundlaug sko. Já, algjörlega sko. Segðu mér samt, segðu mér söguna því, þú og Jón Kaldal, frendiðinn og mikill vinnur, þið fóruð á leik í Napoli Madrid. Já. Og þið komist, þetta er einhver heitasti leikur í bænum, það er náttúrulega ekkit bara mikið laus pláss þarna. Kannastu við þessa sögu sem ég er að gauga þér? Já, ég þekki þetta, en ég held að því að mér skilst að þú veitir ekkit með fótbolta, þannig að Nei, ekki neitt, sko. En þekkjur þessi lið, Napoli og Real Madrid? Já, ég hef heyrt á þessum liðum, en ekki beðið mig að nefna eitthvað leikmann, sko. Það var þetta búið. Nei, en þetta var þannig að Napoli dróst á móti Real Madrid að með minnir í sko 8 liða úrslitum meistaradeildarinnar 2017 og ég og Jón ákvaðum að fara á leikinn og ég vissi að það er erfitt að fá meðan á leik, þannig ég setti mig í samband við vin minn í Napoli og baði hann að kanna það hvort að hann geti ekki græja miða og hann sagði jú, ég græja miða og síðan er ég nú að senda hann svona lína á og til sko, því að við vorum nú að fara sérstaklega út bara til að fara á leikinn sko, þó að sé alltaf gaman í Napoli að þá var ferðin farin í þessum tilgangi, þannig ég vildi vera viss að þetta hefði gengið eftir og það hann tók svona the Napolitan way á þetta og sagði bara, þú veist, ekki hafa neinar áhyggjur af þessu, þetta verður í lagi og svo erum við komin til Napoli og við komum hann á veitingastæði Napoli, þessi vinur minn og við förum þangað og ég segi, ertu komið með hana? Ekki hafa neinar áhyggjur af þessu, þetta reddast og þarna á nú bara voru 24 tímar í leik sko, þannig að ég hefði nú nettar áhyggjur af þessu. En svo kemur hann til mín setnum kvöldu og segir, heyrðu, hitt okkur hérna á Piazza Plebiscito sem er aðaltorgið í Napoli klukkan 10 í fyrramálið og ég segi, ok, við erum 2 hérna, hvernig förum við? Já, við verðum á Vespum og kemum ykkur með og ég segi, klukkan 10 í fyrramálið, sko leikurinn byrja 9 annað kvöld, já, treystum við bara, þetta verður í lagi og svo komaði 2 og ná í mig og Jón og við förum til Forigrotta þar sem að Stadio San Paolo, nú Stadio Maradona, Diego Maradona og menn byrja eitthvað svona brasa, safnað sér einhverjum bjór og samlokum og einhverju svona og fá sér kaffi og einhverju þvælingi fyrir utan leikvanging og ég bara því í einhverja 3 klukktíma og síðan bara verður klukkan 1 og þá verður uppi fótur og feitur og segir, við þurfum að drífa okkur og ég segi, hvað stendur til? Já, við þurfum að fara inn á völlin og ég segi, hann byrjar ekki um 9 kvöld sko. Já, við verðum að hafa þetta svona 8 klukkutímar í leik 8 klukkutímar í leik og síðan förum við þarna hliðinu og þar er lögreglan, vallarstarfsmenn einhver frá bæjaryfirvöldum allir þurfa að rífa upp passana og sína passana vegabréf og þetta eru svona 150 manns sem að fara þarna inn sína passana en það er engin með miða og síðan förum við bara þarna inn á völlin miðalausir og þeir fara að sauma einhver flögg og fána og eitthvað sko og þá komið ljós að þetta maturinn og bjórinn og þetta sem menn hefur verið að safna sér það hefur verið ætlaði til þess að þreyja þorran þangað til að leikurinn byrjaði svo erum við bara þarna eitthvað að dúlla eitthvað í 8 klukkutíma þangað til að leikurinn byrjaði og síðan spurði ég nú þarna einn mann sem ég þekki og við vorum by the way í kurvi B sko með grjót hörðustu stuðningsmönnum Napoli. Já, það er A og B eða ekki, eftir mörkum. Kurva A og kurva B, já. Eftir því hvoru megin við mörkin þær eru sko. Já. Og ég spurði hann, hvað var þetta? Já, þú veist, við gerðum bara 3-hliða samning við borgaryfirvöld og lögregluna og eigendur liðsins að við fengjum að koma með 150 manns inn á völlin á þess að við værum með miða og ég segi hvað hefði gerst ef þetta hefði ekki gengið eftir já það hefði nú bara ekki verið neitt leikur þannig að það var það einfalt sko Býtu út af að bara bullurnar verða að fara þarna inn
Já, ég meina þetta var bara samningurinn og hann sagði ekkit meir það hvernig það hefði verið. Einmitt. En ég meina sem dæmi að þá einhvern tíma þá brutist út ólæti og var eitthvað vesinn í kringum leik Róma og Napoli og þá var Hamsik fyrirliði Napoli og þá fór hann til þessa stuðningsmannahóps í Kurvu B og talaði við forsprakkan þar. Fékk raun og veru leyfi fyrir því að leikurinn gæti haldið áfram og gæti farið fram Fékk raun og veru, þetta frægt til á vídeo þar sem að Hamsik talar við þennan mann og fær sér satt orð hans fyrir því að ef að leikurinn byrji þá verði ekkit vesen Þeir eru svona blóðheitir og svona mikið svona eitthvað respekt Já, þeir eru grjótarðir grjótarðir. Ég heyrði líka frá Jóni að þarna hafi verið upp smá fótur og fit að bara, hvað er þessir tveir gæjar að gera hérna og beti, hvaða útlendingar eru þetta sem eru komnir í Kurvu B og þá hafið þú þurft að sína tattoo Þá ég með Napoli tattoo og þá sagði þarna þessi forsprakki sagði Vili, sýndu hendina og ég gerði það og það einhvern veginn bara sloknaði í mannskapnum þessi er einn á okkur þeir segja það uno di noi, einn af okkur Það er mæntalega heiður fyrir þig að fá Það er mikill heiður Fá að vera einn af Napoli fólkin Ég held að það sé gott alls þar sem maður ákveður að festa rætur að blanda geði og reyna aðlaga samfélaginu sem maður er í jafn mikið og mögulegt er Hvað ertu með á höndin eiginlega? Ég er með Due Scunizzi Já, halló og Pasquale Scuro í Centro Storico mynd af verndara Napoli Piazza Plebiscito torginu, Sofia Loren og svo mætti áfram lengi telja Þú ert með fleira? Já, þú veist, þetta er bara hendin hún er tilengu Napoli Já, í alvunni, öll hendin Já Geðveikt maður Talar ítölsku eða? Já Og hefur alltaf bara tilengar þetta fljótt þetta var augljóslega bara að fara að vera einhvers konar annað heimili fyrir þig Ég get ekki sagt að ég hef tilengað mér ítölsku fljótt og ég hef þetta tala hann ekki, þú veist 100%, ég tala hann ekki vel og ég tala ensku til dæmi en ég bjarga mér varðandi allt sem ég þarf að bjarga mér með en það er ekkert annað hægt í Napoli Nei. Það er ekkert ensku kunnátta er ekki almenn Nei. Í borginni þannig að það er eiginlega forsenda þess að maður skjóti rótum í Napoli og geti aðlagast að það sé einhver ítölsku kunnátta til staðar. Mér finnst það alltaf sérmennandi þegar að það er lítil ensku kunnátta og það er oft svona þrjóska af bæjarbúa megin að vilja ekki breyta yfir á tungumál túristan Já, þarna held ég að það sé ekki þrjóska Það er bara, þú veist, ég held að þetta að vera stórkostlega vanhugsað bæði af Spánverjum og Ítaljum hvernig þeir nálguðust, þú veist, til dæmis enska bíómyndir og efni á ensku með því að láta talsetja það allt saman Ég held að þeir vildu endilega að hugur þeirra ef þeir mættu velja stæði til þess að kunna eitthvað í ensku en þú veist, tungumál eru mér alls ekki blóðborin þannig að þetta kom bara smám saman ég fór aldrei í neitt skóla en neitt nám en bara með því að dvelja lengi í landinu að þá kemur þetta á endanum Hversu, tósta svona mikið í því að fara út? Hvernig balansar að búa á Íslandi og vinna á Íslandi versus að fara út? Er þetta must fyrir þig að komast út? Já, þetta er algjört must og þetta er bara skipulagning ég er auðvitað í þannig vinnu að ákveðnu leyti að þá ræði ég tíma mínum sjálfur en þó er það þannig að ég er auðvitað að flytja mál fyrir dómstólum og þarf að vera á ákveðnu stað og ákveðnu tíma og skila greinagerðum og annað á tímafresti og þetta snýst bara að horfa svona cirka 6 mánuði fram í tíman taka frá daga, láta dómstóluna vita og vinna skipulega það er bara þannig sem ég gera það En þið langar, þú finnur það bara of langur tíma á Íslandi er of langur tíma á Íslandi eða? Já, Ísland eru þetta eyja og það er ekki margir sem að búa hérna og það sem að gerist er bara ef ég er búin að vera of lengi þá fæ ég bara netta innlokunarkennd þannig að ég þarf að komast eitthvað annað Getur þú botna vísuna því segir skál fyrir fróni? Því segir skál fyrir fróni? Já, þetta er megas ég skal reyna það en ég legg áherslu á það að þetta er eftir minni
Akkurat. Og sko lagið af fyrstu plötu Megasar ef ég maður rétt og heitir óþarflega fundvísi Ingólfs Arnarssonar og þetta einhvern veginn svona og því segi ég skál fyrir Fróni og Fjölni og allt þar og þeim sem þar hafa skrimt og hrokkið við minnumst Ingólfs Arnarssonar í veislum en óskum þess að skipið hans það hefði sokkið Megas per excellence sko. Það hægt að skála við þessu þegar maður út í útlöndum alveg klárlega sko og það engin betri eða orðhefnar en Megas hann er sagnaskáld per excellence sko. Já. Að starfinniðinu, ég meina hérna, þú eða kannski frekar sko, Vil nafnið, ansi sterkt en þú verður svolítið high profile ansi ungur, eða ekki þannig ef við svona horfum aðeins á Vil í yngri kanturum, segðu mér aðeins hérna frá skrúfuverksmiðinni og Austur-Þýskalandi Já, pabbi sko sem alnafni minn og við erum auðvitað 5 sem höfum borið þetta nafn í Beinar Kallegg það var sem sagt langafi minn Vilhjálmur Hans Magnússon sem var fæddur á Sæból í Aðalvík á Hornströndum og bjóð þar, lést mjög ungur svo það afi minn, sonur hans Vilhjálmur Hans Ingimar Guðmundur Vilhjálmsson sem var alinn upp á Sæból í Aðalvík en fór ungur til Reykjavíkur Þú eru báðir strandamenn? Já, hann er sko strandamaður ég er hérna frá Hornströndum sko. Já. En báðir eigu rætur að rekja vestur sko. Og ég á það líka í móðurætt sko. Já, ok Já, og svo það hann, númer 2 og hann var síðar heildsali hérna í Reykjavík svo það pabbi, númer 3 sem var lögmaður og landsréttardómari svo það ég og svo það Vilhjálmur H. Vilhjálmsson 50 sko sonur minn þannig að hérna, þetta er nafnahefðin en þú varst að spyrja skrúfuverksmiðjunni í Austur-Þýskalandi og þá komum við að Karli föður mínum sem var mikill alþýðubandalagsmaður og keypti alltaf Þjóðviljan það var algjört bann við því að kaupa Morgunblaðið þegar ég var að alast upp og hann í einhverju samstarfi við sko Guðrúnu Kaldal frænku mína sem ári eldri en ég og foreldra hennar systur mömmu Steinunni Kaldal og Jón Kaldal heitinn þau komust að þeirri niðurstöðu að það væri rosalega góð hugmynd að ég og Gunna frænka myndum fara í 6 vikur í sumarbúðir til Austur-Þýskalands Sumarbúðir? Já og hérna við gerðum það flugum til Kaupmannahafnar og tókum síðan lest til hérna Austur-Þýskalands vorum þarna í sumarbúðum þar sem að það var vakna 7 á morgnana og nallinn sunginn og fáni Austur-Þýska alþýðulýðveldisins var dreginn að húnni og þarna dvöldum við í alla hennar tíma en hluti af prógraminu var að fara og dvelja hjá fjölskyldu í Austur-Berlín sem við gerðum í 3 daga og svo var hluti af prógraminu að vinna í verksmiðju við hliðina á austurþýsku verkafólki og ef ég man þetta rétt að þá var það skrúfuverksmiðja sem að kom í minn hlut og ég starfaði þar í heilan dag að deila kjörum og verkefnum með austurþýskri alþýðu við að búa til skrúfur 13 ára gamall sko. Einmitt, í Austur-Þýskalandi? Í Austur-Þýskalandi. En að þessu sögðu að þá var þetta sko stórkostleg upplifun og ég er ótrúlega þakklátur fyrir það í dag að hafa verið sendur auðvitað með mínu samþykki í þessa ferð að því að hafa upplifað þetta áður en að múrinn fellur síðan í kringum 1990 er auðvitað algjörlega stórkostlegt sko. Manstu eitthvað eftir ykkur? Eða, þú veist, fannstu fyrir ykkur stemmingu þarna sem að þú manst eftir það? Já, þetta var samt auðvitað sko vendað umhverfi sko, þetta voru sumarbúðir með leikjum og skemmtilegheitum, þú veist, svona klukkutíma fyrir utan Berlín. Þú veist, það sem að stendur auðvitað upp úr í þessari ferð það að þarna voru sem sagt ólympíuleikarnir held í LA, hvort þið voru árið eftir 1984 og þá sko Bandaríkjamenn höfðu boykottað og einhverja vestur-Evrópuþjóðir höfðu boykottað ólympíuleikarna í Moskvu 1980 ef ég man það rétt, ég er ekki viss sem ég bara rétt með ártölin en síðan voru austur-Evrópuþjóðirnar að hefna sín þarna ákveðu þess að mæta ekki á ólympíuleikarna í LA. Þetta leiddi til þess að því að mér var sagt á þeim tíma
að allt austurþýska íþróttafólkið það mætti þarna í sumarbúðunar og það voru haldnir svona míni-ólympíuleikar í sumarbúðunum. Já, einmitt. Og meðal annars þess sem að gerðist þarna var að ég fekk að spila fótboltaleik á móti austurþýska landsliðinu sem var þarna mætt í heilsinni í búðunum sko. Þannig í staðin fyrir að keppa ólympíuleikunum að kepptu á móti Villa Vill. Já, þá kepptu á móti einhverju svona úrvalsliði úr þessum sumarbúðum sko. Gáðu ykkur peysu og svona eftir leikinn, þetta sem að ég á enn, eða hvort að ég gaf finni bróðum minnum að Inga. Já, en hún allan til. Já. Þannig að þetta var algjörlega sko stórkostleg upplifun. Svo var það líka bara almennt, þú veist, að upplifa dollarabúðunar og annað. Dollarabúðunar eru hvað? Já, nú þarna greinilega ákveðið kynslóðabil. Það ákveðið bil hérna. Já, mér og þér. Já, dollarabúðurnar voru það sem var við líði í Austur-Evrópu, að það var að það voru til svona sérstaka búðir fyrir elituna og túrista. Af því að gjaldmiðillinn held í viðkomandi landi var þetta nánast verðlaus, svona almennt séð, en pöpullinn vestlaði þar með gjaldmiðli viðkomandi lands. Já. En flokkseigendafélagið og túristarnir þeir gátu farið í dollarabúðir þar sem var miklu meira vörúrval og vestræn varningur og vestla þar fyrir erlenda mynt sko. Já, ok, þannig að það var bara stjættskipting í búðunum hann. Já, þar sem allir áttu að vera jafnir að þá var stjættaskiptingin með þessum hætti sko. Dollarabúðir. Það er alveg satt sem að skrifað var sko Animal Farm og annars líkt að byltingin getur börni sín sko og allir eru jafnir en sumir eru jafnari en aðrir sko. Já, það bæði við á elitin á Íslandi sem og í Austur-Þýskalandi á sínum tíma. Já. Var þetta harka í uppeldinu? Þetta svona hljómar svo að senda eitthvað í sveit sko, að senda hann í skrúuverksmiði í Austur-Þýskalandi? Nei, alls ekki. Þetta var allt í góðu gamni gert? Já. Þetta var með fullu sumabúðir og svona. Já, þetta var með fullu samþykki sko, en ef það hefði ekki verið þessi tengsl við Alþýðubandalag og Þjóðviljan, þá er ég ekki endilega viss að ég hef verið sendur þarna, hugsalega eitthvað annað. Meinar. En segðu mér svo stúdentapólitíkinu, þú verður alveg, þú ferð í Vestló, þú varst einna af spöðunum þar, örgla bara vinsætt meðan jafningja, orðin svolítið villi, orðin svolítið high profile snemma, eða ekki? Nú veit ég ekki hvað skal segja, en auðvitað, ég var í Vestló, við rákum þarna tónlistarklúbbin Ívar, félagarnir, þú veist, ég var í fótbolta, ég var í yngri landsliðunum, ég var að vinna í versluninu 17 hjá Söfu vinkonu minni og Bolla, sem að kom til að því að Ásgeir Jóhannsson bróðurinnar var æskuvinur minn og við vorum algjörlega óaðskiljanlegir. Já, síðan fer ég í háskólan og fyrir lögfræði og lögfræðinu þetta valdi mig af því að ég þurfti engan grunn til þess að byrja í lögfræði en svona námið hefði ekki verið tekin eitt sérstaklega föstum tökum í Vestló. Þú þurftir engan grunn? Svo ekki sé fastar á orði kveði sko. Já, meinar. Nei, það sem ég á við sko að starffræði og raungreinar voru ekki endilega mín sterka hlið og ég er ekki að taka og sterkt til orða þó ég segi að ég hef verið hörmulegur í þessum greinum en hins vegar saga, íslenska stjórnmálafræði, þessi kjaftafög það lá allt saman mjög vel fyrir mér sko. Já. Þannig að þú veist, þegar maður bara fór yfir hvað var í boði í háskólanum, þú veist, verkfræði, nei, læknisfræði, nei, viðskiptafræði, nei, hagfræði, nei, lögfræði, já. Ég get lesið. Já, þannig að einmitt, kjarni málsins, einmitt, að maður þurfti svona rétt að vera þokkalega læst til að geta skrá sig í lögfræði og hafið nám þar, en síðan auðvitað bara koma áhugin eftir því sem að náminu fram vatt sko. Og sen þetta náttúrulega í fjölskyldunni annað, pappiðinn lögfræðingur? Jú, það er alveg rétt sko, en þetta er auðvitað líka, þú veist, þetta var auðvitað stemningin á þessum tíma og auðvitað skipsbrot íslenskar menntastefnu á þessum árum, þú veist, ég veit ekki hvað ég var með mikið af hæfileika fólki á hennum ýmsu sviðum í barnaskóla og gagnfræðaskóla og það var verið að tróða öllum í sko, bóknám alveg sama hvort þeir hefðu einhvern áhuga á því eða höfðu einhver hæfileika á því sviði. Það var bara algjörlega málið á þessum tíma. Það þurfti allir að ná sér í stúdentspróf og allir að fara í bóknám í háskólanum. Já.
síðan náttúrulega kemur í ljós að þú veist, þetta fólk hafði hæfileika á einhverju allt öðru sviði kannski og mikið hæfileika fólk en einhvern veginn þá var þetta bara trendið á þessum tíma og svona ákveðið skipbrot að mínu mati á menntastefnu stjórnvalda á þeim tíma sko. Heldur að þetta búið að vera breyta? Mér finnst eins og þetta sé ennþá umræðan sko, að einhverju leyti og ég held að fólk var aldrei fyllilega sátt við stefnuna sem tekin en veist, var þetta ennþá harðara þá eða? Já, ég held að þetta var ennþá meira þá sko, ég alveg sammálaður, þetta ennþá við líði í dag en þessu þarf þetta breyta. Þú veist, það þarf að búa til alvöru valmöguleika og setja peninga í aðra kosti heldur en bara bóknám. Enda, þú veist, við erum að súpu að segja það því í dag. Þú veist, það er miklu erfiðar að finna sér pípara heldur en lögfræðing, sko. Já, akkurat. En hvað upplifðið þú? Þú veist, þú ert þarna góður í fótbolta og greinilega, þú veist, kannt alveg á bókina upp á að lesa en upplifðir samt eins og verður ekki að fitta inn. Þú veist, var þetta einhverju leyti höfnun að vera rúmlega hörmulegur í raungrunum og starffræðinni eða? Nei, alls ekki, sko. Þú plummaði alveg í gegnum skólagöngunum? Já, ég gerði það, sko. En hugsanlega hefðu, sko, valkostinir mátt koma aðeins fyrir sko. Akkurat. Þú veist, ég veit ekki sko hversu langt þú þarft að fara að kenna fólki svona flóknari hluti í starffræði ef það ætlar ekki að leggja það fyrir sig í lífinu sko. Já. Og ekki helst að koma nálægt því. Nei. Þú veist, þá ég ekki að meina, þú veist, öll menntun góð en ég held að það megi byrja og líklega hefur það verið gert sko að leyfa fólki að velja meira og feta sína braut aðeins fyrr sko. Algjörlega. Já, það er komin listabraut í Versló. Já, einmitt. Þannig að það hefur eitthvað breyst sko. Einmitt. Þú þurftir einu svona að fá að hætta í hálfleik í fótboltaleik sem varst að spila fyrir Þrótt skilst til þess að halda ræðu á svölunum hjá Ólafur Ragnar Grímssyni. Já, það er rétt. Ég var að spila þarna með Þrótti, ég man ekki nákvæmlega hvenær þetta var en þetta allavega í aðdraganda þess að Ólafur Ragnar er kjörinn forseti og ég var þá þáttakandi í framboðinu og koma því svona til skrafs og ráðagerða og síðan kemur að því, ég var þá formaður Stundarás að ég beðinn að halda ræðu þarna við hillinguna þar sem hann er hyltur fyrir utan heimili sitt út á Nesi sko. Og það voru, ef ég man rétt, 3 ræðumenn þetta kvöld og beinsjóðans útsending og mikið af fólki og svona pínu uník tækifæri. En sá var gallinn á gjöfum jarðar að á sama tíma þá átti ég að vera að spila fótboltaleik með Þrótti í fyrstu deild á móti Káa á Valbjarnarvelli. Og mér minnir að þetta átt að hefjast sko 9:15 út á Nesi og leikurinn byrjaði 8. Mér minnir að þetta hafi verið þannig. Og þarna kom það berli í ljós hvernig hinnir ólíkur heimar eiga mjög erfitt með að skilja hvern annan og hafa skilning á þeim sjónarmiðum sem gilda hjá hinum. Þeir sem að komu að framboðinu áhugamenn pólitík, sumir áhugamenn fótbolta líka en þeir töldu það sko algjörlega galið þegar að þetta væri í boði ég er fara að spila einhvern fótboltaleik með Þrótti, þetta val væri auðvitað bara algjörlega borðleggjenda, ég myndi halda ræðuna og sleppa leiknum. Já. Á sama tíma þá skildu forsvarsmenn Þróttar ekkert í því að ég hefði áhuga á því að halda þessa ræðu og taka þátt í þessari athöfn. Og ég ræddi við forsvarsmenn Þróttar og þeir tóku ekki vel í þetta, en svo ræddi einhverju frá framboðinu við formann Þróttar og ég sagði bara þú veist, við Þrótt, þú veist, ég ætla að flytja þessa ræðu, ég ætla að taka þátt í þessu og þú veist, ef að þið viljið ekki hafa mig í hóp eða þú veist, þið viljið setja mig í bann næstu 2 leiki, þú veist, þá eru það bara að vera þannig sko. En svo náðu menn sem sagt samkomulagi það
að ég myndi spila fyrri hálfleikin og mæta síðan og flytja ræðina og var þannig að hérna, leikurinn var á Valbjarnarvelli þannig að bara þegar að fyrri hálfleikurinn var búinn þá bara hljóp ég sem leið lág niður á Laugardalsvöll og skipti föt, ég bratt og ég gat og það beið sem sagt lögreglubifreið fyrir utan Laugardalsvöllinn sem að keyrði mig að hérna langleiðina út á Nes þangað til að bifreiðin bara komst ekki lengra út af mannfjölda. Já, þetta var svona stórt. Já, og þá kölluðu þeir á hérna lögreglumann á mótuhjóli og ég settist aftan á hjá honum og ég var fyrir utan húsi þegar það var verið að kynna mig til leiks. Nei. Jú, og ég hljóp upp stígan og hérna út á svalir, horfði á mannhafið og það fyrsta sem að ég man að komu af spratta vörum mínum var andvarp. Já. Það sem ég var að kasta mæðinni eftir hérna allt þetta erfiði við að koma mér á staðinn sko. En svo gekk þetta bara ágætlega sko. Það hlýtur að vera gaman að leggjast á kottan eftir svona dag. Bara, þú veist, djöfull nóg að gera með þessu. Já, þetta var ágætt. Það sem var verst í þessu að ég var að dekka Dean Martin þarna í þessu leik og við vorum 2-0 yfir í hálfleik og hérna leikurinn endaði 2-2 og ef ég man þetta rétt þá skoraði Dean og lagði upp fyrir Káa sko. Þannig að klúrar þessu með ræðunni sko. Það eru menn sem að hafa nefnt það við mig og nefndu það við mig eftir þetta sísón. Langræknir menn. Að ég hafi borið ábyrgð á því að Þróttur hafi ekki farið í efstu deild þetta ár. En hérna, það var auðvitað ekki þannig. Hérna, hvorki var hérna, mikilvægi mitt. Það mikið þetta hefði öllu líkindum gerst. Jafnvel þó að ég hefði klárað leikinn og svo voru aðrir faktorar sem að spiluðu þar inn í. Eins og skrúðganga sem að menn ákveða að fara áður en að menn voru endalega sko, komnir upp þegar við vorum að fara að spila einn úrslitaleikinn sko, við Skallagrím. Þá ákvað Þróttur að starta hátíðinni, þjóðstarta hátíðinni sko. Þannig að það var skrúðganga á Húllumhæ frá Þróttarvellunum sem var þá í Sævaðarsundi niður á Valbjarnarvöll og það var ekki gott karma, við töpum þeim leik. Já, að byrja á skrúðgöngu. Já. Það er betra að klára verki fyrst, klára djobbið og fagna svo heldur en að jafnvel þó að séu líkur á því að þetta sé að fara vel, þá er það ekki gott fyrir karma að byrja á því að fagna og vinna svo vinnuna. Sko. Já, akkurat. Einmitt, hérna, þú, sko, ég er svolítið forrættur hvernig þetta út af því að þú ert þarna í þessari stúdentapólitík, þarna ekki samfélagsmiðlar, samt fólk svona einhvern veginn að núast í hvort öðru, ég meina, þú veist, þú varstu þarna bara mætt vel af öllum þínum skoðunum og þeim sem þú hittir, eða var ekki alveg smá rígur á milli manna þarna og þú örgulega góður kjaftur á þér? Þetta var auðvitað öðruvísið, það er morgunljóst að þarna voru engir sko, samfélagsmiðlar, farsímarnir sem voru það allir frá Nokia 6510, þeir voru svona rétt að byrja að reyðja sér til rúms en flestir meðal annars við vorum bara með símbóða eða þurfti að ná í okkur. Veistu hvað símbóð er? Já, það var bara svona pager, eða ekki? Jú. Og þá bara blikkaði eitthvað númer og þá þurfti maður annarkvort að finna sér síma eða finna sér hérna, síma sjálfsvæla og ringja tilbaka. Það var svona forstig símans. Herri, ég þarf greinilega að finna mér síma. Já, einmitt. Þetta var fyrir tíma GSM símana. Nei, en þarna var þetta, þú veist bara umræðan, það var þetta slúðraðan fólk og það voru prentmiðlar og það voru gefin út skólablöð og þess aftar og það auðvitað byrjaði mjög snemma í Vestló, umtal í Kvasi og Viljanum og svona síðan færðist það upp í háskóla þú veist í Grímgate skó sem var svona grínblað lagatildarinnar og svo bara kolli þú veist það var þó það hefði ekki verið samfélagsmiðlar þá voru annars konar samfélagsmiðlar þeir voru bara ekki rafrænir sko. Og var Villi svolítið í hringiðinu eða? Svona á og til já ég fekk minn skamt sko þannig að skrápurinn hann svona byrjaði fljótt að myndast og ætla það hefði ekki verið svona ætla núna sé þetta ekki orðið svona 35 ár sem hann hefur verið í uppbyggingu sko. Já, akkurat, komin þykkur feldur hérna á þig. Ágætur. Varstu að eignast óvinni mikið í þessari pólitík?
það var auðvitað hart tekist á sko, en nei, samt ekki sko. Það menn tókust á og auðvitað reyndu að koma sínum málum á framfæri og berjast fyrir þeim og jafnframt svona að finna einhverja veikleika og málatilbúnaði sko gagnaðala og hins armsins í stjórnarpólitíkinni en flest allir sem að ég átti samleið með á þessum tíma eru góðu kunningjar eða vinnir í dag sko. Það er klokkur að svara þessum maður. Það er ekki hægt að neina á því en eins og, þú ert svona nafn sem sko liggur einhvern veginn vel við höggi, veistu hvað við? Það er svolítið þægilegt að fjalla Villa Will og stuða fólk með að henda þig fram og eins og með þú lendir í eða ritstuldamáli tengslu við ritgerðina þína aldamótin. Getur hann sagt með hvernig það mál spilast út frá þínu sjónarhorni? Þetta er mál sem er verið að rifja upp núna bara 2021 sá ég síðast fréttum þetta og þetta er 20 árum síðar. Já, það eru ýmsir fjölmiðlamenn sem hafa mjög gaman að því að rifja þetta upp og bara verða þeim að góðu. Þetta er svona evergreen efni. Já, þú veist, þetta er bara hluti af sögunni, þetta er hluti af mér, þetta er hluti af því sem að ég er og ég hef aldrei skorast undan því að ræða þetta og er til í að gera það hvenær og hvað sem er. En það ger allir mistök í lífinu, misjafnlega stór og mikil. Þarna gerði ég mjög stór mistök og sem hafði alvarlegar afleiðingar fyrir mig en eins og ég held að Lilli Klifumús hafi sagt sko í dýrunum með hálsaskogi sko fátt er svo með öllu illt að ekki boði nokkuð gott að ég var bara þarna í raun og veru komin á byrjunarreit aftur. Ég þurfti að skila nýrri lokaritgerð. Það var ekki hlaupið að því, svo ekki sé fastar orði kveðið að fá vinnu með þetta á bakinu. Þetta, þá var sem sagt að... Þá er ég að tala sem sagt ritgerðamáli og þetta sem að komu upp, það umtal sem að spannst út frá því og umfjöllun og annað. Já. Og eftir að hafa sótt störf nokkuð víða á höfuðborgarsvæðinu, að þá sótti ég sem fulltrúi sýslumannsins á Blönduósi og fékk það jobb og það einfaldlega reyndist bara að vera mikið gæfuspor og ef ég ætti að fá að breyta einhverju í mínu lífi þá er þetta ekki eitt af því sem ég myndi vilja breyta. Okay. Þetta er bara þegar maður lendir í erfiðleikum, þegar maður lendir í mótvind að þá einhvern veginn áttar maður sig sjálfur á því úr hverju maður er gerður og hvað maður getur og þó að þetta hafi verið erfitt og þó að þetta hafi verið ömurlegt á sínum tíma bæði fyrir mig og fjölskyldu mína og vini og alla að þá er þetta eitthvað sem að ég myndi ekki vilja breyta. Þetta er bara eitthvað sem að hefur gert mig að þeim sem ég er í dag og þá er ég komin aftur að Blönduósi og því góða fólki sem að þar býr þar var með einfallega bara tekið opnum örmum ég var í mjög skemmtilegu starfi sko lögfræðilega. Já, og fekk starf tengt lögfræðina þarna á Blönduósi? Já, sem fulltrúi sýslumanns. Já, ok. Og og þú náttúrulega, sko, þegar þetta ritgerðarmál kemur upp, þú þarft að klára námið samt einhvern veginn eða ekki? Þú þarft að gera aðra ritgerð. Ég var búið með námið, ég var búin að vera að vinna sem framkvæmdastjóri í tölvufyrirtæki í 2 ár. Já, og ég þurfti að skila annarri ritgerð, sko. Já, akkurat. Þannig að ég er búin að útskrifast þegar þetta kemur upp. Einmitt, ég segi. Og þarf síðan að skila, sko, annarri ritgerð sem ég gerði og kláraði hana þarna á Blönduósi. En þú veist, þetta var mjög skemmtilegt og gott starf og fjölbreytt lögfræðilega. Á Blönduósi? Já, og eitthvað sem ég alls ekki vilja missa af og bara bjó til sko góðan grunn fyrir mig til að vinna á sem ég nýti enn þann dag í dag í mínum störfum. Síðan var ég að þjálfa þarna alla flokka í fótboltanum, yngri flokkana og meistaraflokk kalla. Náði mér í Júfa B
þjálfararéttindi sem eru upplýsingar sem að fáir búa yfir, þannig að ég skúppaði hér að ég sé með þau réttindi. Þú fórst svo langt. Já, þú veist, ef eitthvað úrvalsdeildarlið er að leita þjálfara þá er ég hér með að auglýsa þetta. Já. En hvernig er það fyrir þig? Þú veist, þetta, mér finnst þetta hljóma svona, þegar litið í baksinnspeilin, bara geðu þetta, ég flutti bara þarna Blönduós og eitthvað, en þú veist, þurftur ekki smá að kyngja stoltinu? Bara fara úr Reykjavík og búin með réttindin og allt svona, komin með eitthvað góða vinnu og síðan bara, ég þarf bara að flytja norður, það er bara eina sem býðst. Jú, kyngja stoltuna, en líklega hefur maður bara gott af því og ég hafði alveg klárlega gott af því á þessum tíma. En svona sem bara opinber persóna, þú veist, ég meina, voru margir að ræða þetta, var þetta hitamál þá? Já, þetta var hitamál þá og það var fjallað um þetta í öllum fjölmiðlum og síðan þetta eftir á líka og annað og þú veist, þegar maður lendir í svona aðstæðum að þá líka, sko, fyrir lífið að snúast það og maður heldur að endalaust að allir sé að tala um þetta og sér einhver og tvo tala saman, þá eru þau pottið að tala um þig og þetta og svo framvegis sko. Þú veist, það er bara það sem gerist. Síðan er auðvitað hið rétta það að þú veist 99% af fólki er slétt sama, þú veist, þessu 1% sem er það ekki og hefur hugsanlega eitthvað horn í síðu viðkomandi í þessu tilviki mín mun hvort sem aldrei gleyma þessu, þannig að þú veist, það er ekkert sem maður getur gert, maður verður bara að standa upp og halda áfram. En ég flutti sem þarna norður í Húnaþing og keypti mér fasteign á Skagaströnd, ég ákvað að búa þar en ekki á Blönduósi. Meðan þú varst meira þess að vinna þarna, þannig þú fórst alltaf á milli bara það? Já, ég keyrði á milli Skagastrandar og Blönduós. Okay. Það er auðvitað bara eins og að fara á milli sko Kópavogs og Reykjavíkur, nema þegar að veðrið er vont, þá er það aðeins verra. Já. En þannig að þetta var bara alveg meira áttar og ég á ennþá mikið af góðum vinnum, bæði frá Skagaströnd, Blönduósi og Sauðárkróki og jafnframt frá Hvammstanga og það var bara alveg frábært að búa þarna og gott að búa þarna. Akkur settist ekki að? Komin með fasteign? Það er ágætis spurning. Já, það er nú þessi fasteignakaupur sko sérkapital út af fyrir sig því að á þessum tíma þá held ég að verið sko eini maður sem náði að hagnast á fasteignakaupum á Skagaströnd sko. Ég keypti glænýja standsetta íbúð á 2,2 milljónir og seldi hana 2 árum seinna á 2,4 þannig að og ferðaðist fyrir gróðan. Nei, en þarna hafði ég tekið ákvörðun það að ég ætlaði að fara í nám í verðbréfamarkaðsrétti við háskólann í Milano og námið var á ítölsku og þannig að þarna tók ég ákvörðun það að eftir ég var búin að vera þarna í 2 ár að fara til Ítalíu, eyða 6-9 mánuðum í það að reyna að læra málið og fara síðan í þetta nám haustið og eftir. Þetta er, ef ég man rétt, 2004-2005 og þarna var ég auðvitað búinn að fara til Napoli og ég áttaði mig á því að ég þyrfti að finna mig stað á Ítalíu þar sem að það veri helst ekki tölum mikil enska, þannig að Milano kom í raun og veru ekki til greina. Þannig að þarna flutti ég til Napoli í reyndar ekki nema sko 5 mánuði af því að þegar ég var búin að vera þannig 5 mánuði að þá tilkynnti skólinn mér það að þessi master yrði ekki kendur sem sagt næsta haust og ég auðvitað gerði ákveðnar athugasemdir við það, ég benti þeim á að ég var búin að koma til Ítalíu og farin að læra málið en þeir gera eins og Ítalarnir gera og segja bara domani un altro giorno arriverà, þú veist á morgun kemur nú dagur og ekki stress og við munum kenna hann aftur eftir 2 ár sem að leiddi til þess að ég fór aldrei í þetta nám sko. Já, ok. Nei, þá fór ég bara aftur til Íslands og fór að vinna, starfa sem lögmaður og þar er ég enn. Einmitt. Og varst komin aftur í borgina? Komin aftur á mölina sko. Komin aftur á mölina. Og þú ert alltaf búin að vera svona, þú veist, alltaf þegar að nafni Villi kemur fram, þá er það stjörnulögmaður. Hvar svona finnur þína fjöl innan lögmennskunar?
Já, stjórnulögmaður, það eru þetta ákveðin kaldæðni og bara gott og vel sko, en ég hef verið mikið að sinna málum sem varða grundvallar mannréttindi borgarana, tjáningafrelsi, friðhelgi einkalífs, æruvernd og svo framvegis og mitt sérsvið liggur í raun og veru þar. Að því sögðu að þá rek ég eigin lögmannsstofu og starfa þar einn, framkvæmdastjóri, síðan þrif, kaup og kaffi, fer í pósthúsið, ljósrita og svo framvegis. Ég eins og vinur minn Egill Einarsson myndi orða það sko, ég er lagergómurinn á skrifstofunni ásamt því að vera lögmaðurinn. Og þegar maður er í ekki stærra landi en Íslandi og er einn á stofu, þá auðvitað þarf maður að kunna eitthvað í öllu og það er í raun og veru bara það sem að mitt starf snýst sko. Mm-hmm. Og aðstofar bara ríkt fólk? Nei, langt í frá. Ég myndi telja að fæstir af mínum kúnnum væru eitthvað sérstaklega vel stæðir sko, bara venjulegt fólk. Mm-hmm. Þannig að svona málin sem að koma fram eru örugglega ekki nema bara lítil sneið af því sem þú ert að gera dagstaglega sko. Það er auðvitað þannig en ég hef rekið dómsmál og sinnt lögmannsstörfum fyrir jafnt háa sem lága sko. Einmitt. Forseti Hæstaréttar valdi þig sem lögmanninn sinn í málum? Já, það er rétt. Ég rak ærumeiðingamál fyrir Benedikt Bogason, forseta Hæstaréttar. Það passar. Þannig þú hlýtur að kunna ágætlega til. Þú hlýtur að hafa orðið fundið lögfræðinni farveg og söktir í þetta. Hlýtur að orðin svolítið færi í fæinu. Ég vona það að með tímanum, það er auðvitað þannig þegar maður útskrifast úr námi þá heldur maður að maður kunni allt. Það tekur ekki langan tíma til að átta sig á því að svo er ekki. En smám saman þá þetta byggist upp þekking og reynsla og ég vona það, ég nái að miðla henni og finna henni góðan farveg sko. Já, lögfræðin lítur á það sem vettvang líka bara fyrir að finna þinni reynslu góðan farveg, að gera samfélaginu gott. Er það hægt sem lögmaður eða er það svolítið undir bara málunum sem enda á þínu borði komið eða sækir þú í mál sjálfur? Auðvitað veltur það á því en ég hef aldrei verið því að sækjast eftir málum. Þau mál sem að koma inn á mitt borð og ég rek eru mál sem að fólk leitar til mín með. En síðan auðvitað er það þannig að stundum að þá eru hlutirnir með þeim hætti að það er ákveðið val hvað er hægt að gera. Það er ákveðni valkostir í stöðunni og stundum það er auðvitað alltaf klíentinn sem á loka orðið varðandi það en það er eins og að mitt hlutverk að kynna viðkomandi þessa valkosti og þá möguleika sem að hann á til þess að ná fram rétti sínum og máli eins og Landsréttarmálið er til dæmis þannig til komið. Þar liggur bara fyrir að umbjóti minn að hann er ákærður fyrir umferðarlagabrot og hann játar sök og hlýtur 17 mánaða fangelsisdóm í héraði. Málinu er áfrýjað til Hæstaréttar, svo þegar Landsréttur tekur við að þá er málið flutt frá Hæstarétti yfir til Landsréttar og svo eru settir dómarar á málið í Landsrétti og þá kemur í ljós að einn dómaranum í málinu er einn af þeim 4 dómarum sem að dómsmálaráðherra hafði ákveðið að taka fram fyrir röð og mátti með réttu segja að hefði ekki verið löglega skipaðir sem dómarar við Landsrétt. Þegar þú sér svona, ert þú þá fljótur að skjóta þessu upp eða sér þú bara að þetta er dauðafæri að fara með þetta í mannréttindadómstólinn? Nei, alls ekki sko.
en það lá hins vegar fyrir að eins og síðan ég tel að það hefur réttilega verið komið að niðurstöðum að þessi dómarar voru ekki skipaðir samkvæmt lögum og voru þar af leiðandi ólöglega skipaðir sem var ekki í samræmi við stjórnarskrá, mannréttindasáttmála Evrópu og lög dómstóla. En þetta, ég meina þegar þú ferði þetta verkefni í mál gegn Íslenska ríkinu fyrir mannréttindadómstóla Evrópu, þetta svolítið stórt. Já, þetta var stórt og ég mun öllum líkindum aldrei flytja stærra mál á mínum lögmannsferli heldur en þetta. En það sem ég var að segja að þegar þetta kemur upp að þá kynni ég þetta fyrir umbjóðanda mínum og það hann síðan sem að tekur ákvörðun það að fara þessa leið. Já. Og að við ætlum að byggja á þessu í málinu. Og mig óraði ekkert fyrir því á þessum tíma að þetta mál myndi enda fyrir mannréttindadómstólnum. Hvað þá heldur það því myndi vera skotið af Íslenska ríkinu til Grand Chamber. Já, sem þessi yfirdeild þarna. Já, sem yfirdeild dómstólsins Ég var auðvitað vonast til þess að í fyrsta lagi að Landsréttur sjálfur myndi bara einfaldlega átta sig á því að þessi dómarar hefði ekki verið skipaðir í samræmi við lög. Nú, fyrst að Landsréttur gerði það ekki og það fékkst áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar, þá var ég að vonast til þess að Hæstaréttur myndi snúa þessu við og ómerkja dóm Landsréttar og mála yrði klárað hér á Íslandi. En síðan það enn og aftur bara ákvörðun umbjóðanda míns þegar að þarna komið að sætta sig ekki við þetta, heldur vilja að halda áfram með máli og það endaði þá í Strasbourg, fyrst í undirdeildinni og síðan kom dómur í yfirdeildinni þar sem að fallist var algjörlega á þessi sjónarmið og það þetta algjörlega einstakt þarna í yfirdeildinni að dómurinn hann var kveðinn upp einróma með atkvæðum allra dómarana 17, þannig að það má í raun og veru segja að þetta farið 17-0 í yfirdeildinni þetta lögfræðin náttúrulega er svolítið hún varðar alla og síðan líka svona smá hasarlögfræði í gangi eins og Suits og Boston Legal og fleiri góðu þettir að sína fram á. Ég held samt að þetta sé ansi mikil bara skriffinska og skjalagerð og þess að það sé ekkert spennandi allan tíman, en að sjá mynd úr þessu landsréttarmáli þar sem að þú situr þarna í skikkjunni á móti þeim sem að verja Íslenska ríkið og síðan þessum, þessi ekki 17? Það voru 17 dómarar. Já, sem allir þarna inn í salnum. Þetta örugglega svona, ég ætla bara að leyfa mér að fulla að þetta örugglega það vígalegasta sem þú hefur gert í þínu starfi. Já, ég get ekki annað en sagt já, þetta, og ég get bara fullyrt það að þetta stærsta mál sem að ég hef flutt og mun nokkuð tíman flytja. Og þú ert þarna einn, það algengt eða? Nei, ég held að það sé ekkert sérstaklega algengt en það var einfaldlega bara ákvörðun sem að ég tók. Íslenska ríkið var með eina 6 lögmenn á staðnum og ég taldi að það myndi koma ágætlega út ef að ég væri þarna einn án aðstöðar á móti 6 lögmönnum Íslenska ríkisins. Hvernig heldur það sé stilt upp? Ert þú þarna mjög viss ég ætla ekki að segja þinni sök heldur því sem að þú ert að halda þarna fram og ert í rauninni að fara gegn þessum 6 aðilum? Heldur að þeir séu allir bara harðir á því að þeir hafi rétt fyrir sér eða bara verið að leita að einhverjum málamiðlum þarna? Og þetta náttúrulega lögfræðilega vitlaus spurning en ég bara svona veltaði fyrir mig hvernig þú einn þarna á móti 6 öðrum Já, ég get auðvitað ekki svara fyrir það hvað lögmenn Íslenska ríkisins voru að hugsa á þessum tímapunkti en það sem að ég get sagt að ég var allan tíman fullviss það hver væri hinn rétta lögfræðilega niðurstaða í þessu máli. Það að þessi dómarar hefðu verið ólöglega skipaðir. Og jafnvel þó að ég væri búin að tapa málinu í Landsrétti, jafnvel þó ég væri búin að tapa málinu í Hæstarétti, þá var ég ennþá algjörlega handviss það að ég hefði rétt fyrir mér varandi það hver væri hinn eina rétta lögfræðilega niðurstaða í málinu sem síðar varð. Akkurat, og fannst síðan staðfest að þessari yfirdeild. Já, fyrst á undirdeildinu og svo að yfirdeildinu. Og hvaða afleiðingar hefur þetta mál með sér?
Já, það er auðvitað litið til þess að dómsmálaráðherra sagði af sér. Nú, þá lá ljóst fyrir að þessi 4 dómarar að þeir gætu ekki dæmt mál í Landsrétti að óbreyttu. Og síðan auðvitað hafði þetta miklar afleiðingar í för með sér fyrir það fólk sem að hafði hlotið dóma í Landsrétti hjá einhverjum af þessum 4 dómurum. Já, fara þau mál þá aftur, eru þau einhvern veginn aftur tekin upp? Já, þau mál eru í vinnslu núna. Já, okay. 3 af þessum málum það hefur verið fallist á endurupptöku þeirra í endurupptöku dómstól. Já. Og það má í raun og veru segja að endurupptöku dómur sé að hysja sko, buxurnar upp íslenska ríkið í þessum málum með vel rökstöddum og ígrunduðum niðurstöðum þar sem að fallist á endurupptöku þessa mála. Akkurat. Sko, nú ég að hugsa eins og þú sagðir að Íslandi er lítið land og búa fáir hérna, hvernig það að rugga bátnum svona? Ég meina, dómsmálaráðherra segir af sér, þú veist, og síðan hérna bara situr kannski bara hliðin á hérna ráðherra í bíó eða hvernig sem það er. Ég meina, var ekki pabbiðinn líka einn af þeim sem var útnefndur dómari einn af þessum 15? Jú, við auðvitað búum í litlu samfélagi og svona hlutir eru oft erfiðari í fámenninu. En svona að mestu leyti að þá tel ég að fólk hafi sýnt því skilning að ég var nefnilega bara að sinna störfum mínum og vinna fyrir umbjóðanda minn og reyna að gera það jafnvel og mögulegt var sko. Ok, og þetta sem þú segir að þú ert bara að sinna störfiðinum og vinna fyrir umbjóðandaðinn, það er samt nafnið þitt svo oft dregið inn í mál sem eru umdeild af samfélaginu og þú finnur væntanlega fyrir því, eða ekki? Jú, ég finn aðeins fyrir því og hérna að sko einhverjir ákveðnir fjölmiðlar hafa oft einhvern sko sérstakan áhuga á því að setja mig í forgrunn í þeim málum sem ég er að reka. En það áauðvitað ekki að vera þannig. En þú veist, ég missi hins vegar ekki svefni yfir því sko. Það verða allir að fá að hafa hlutina eins og þau vilja og ef að viðkomandi fjölmiðlar og fjölmiðlamenn telja það rétt að selja fréttir með þessum hætti, þá verður bara svo að vera sko. En hvað með eins og umræðuna dómstól götunar og fólk í dag sem líður eins og að réttakerfið sé að bregða sér hvar svona, og ég meina þú ert svona einhverju leiti viðlóðin inn í þá umræðu að verja fólk sem er í umdeildum málum? Ég hef bara komið að lögfræðinni frá öllum hliðum. Ég var fulltrúi lögreglustjóra og sýslumanns á Blönduósi í 2 ár. Þá var ég í raun og veru ákærandi þar og kom að lögreglurannsóknum og annað. Þú veist, ég hef verið réttargæslumaður brotaþola í fjölmörgum málum. Réttargæslumaður brotaþola, sem fyrir okkur sem erum ekki lögfræði lærð. Einmitt, það er að vera lögmaður þeirra sem að verða fyrir lögbroti, fyrir hegningalagabróti og gæta hagsmuna þeirra. Svo sem í líkamsárásarmálum, kynferðisbrotamálum og svo framvegis. Þannig ég hef verið það margoft. Mun oftar hef ég þó verið verjandi í sakamálum. Nú, ég hef flutt ærumeiðingamál, bæði sóknar og varnarmegin. Þannig að ég hef komið að þessum málum í raun og veru frá öllum hliðum sko. En ef að einhver kýs að halda því fram að mín lögmennska sé einhver birtingamynd á því að gæta bara hagsmuna þeirra sem hafa brotið af sér, þá verður bara svo að vera, en það er hins vegar alls ekki rétt. Já, það er sem sagt bil þarna á milli afstaða sem þú tekur gagnvart einhverju máli og þín lögmennska? Að sjálfsögðu, og það eiga allir lögmenn rétt á því að láta skilja á milli persónu þeirra og hagsmuna umbjóðanda þeirra. Það á ekki að samsama lögmenn og umbjóðanda. Þó að það séu þetta gert að ákveðnu marki en það er bara ekki rétt, ekki frekar en læknir sem að ber að veita öllum læknisaðstoð, sama hver maðurinn er, eða hjúkrunarfræðingur eða
hver svo sem það sko. Já, og síðan verður þetta náttúrulega svolítið heitt í umræðinni þegar að, þú veist, að bara villi vil stefnir, málsókn mætir strax og einhver segir eitthvað sem, nú veit ég ekki hvernig maður orðar þetta, ærumeðandi eða meiðirði á netinu eða þess að og það náttúrulega fer mikið í fjölmiðla, það fer mjög mikið fyrir þessum málum, þannig alltaf líður mann eins og villi vil sé vondikallinn sko. Já. Ég held ég sé ekki einn þá sko. Nei, en það bara eitthvað lögfræðilegt mat sem að fer fram sko, en ég meina á bakvið hvert kröfubref sem að fer út örugglega 5 önnur mál þar sem að ég hef ráðlagt viðkomandi að gera ekki neitt sko, þannig að Já, meinar, að þau mál rata ekki fréttirnar. Nei. Einmitt. Hvernig líst þið samt á umræðana sem í dag, sérstaklega tengslu við kynferðisbrot og bara að réttarkerfið sé að bregðast brot á þolum? Þetta mjög hávært? Já, það það auðvitað og það sem auðvitað að skiptir öllu máli í þessu sambandi að reyna að leiða hið rétta og sanna í ljós. Báðir aðilar málsins, hvort heldur sem það brotaþoli eða sá sem sakaður refsiverða háttsemi, eiga rétt á réttlátri málsmeðferð og þar ber bara að hafa sjónarmið réttarkerfisins að leiðarljósi og tryggja vandaða málsmeðferð. Og það auðvitað það sem að skiptir mestu máli í því sambandi og það hlutverk réttarvörslukerfisins að leiða hið rétta og sanna í ljós og það það sem auðvitað sem að skiptir öllu máli. Að mínu mati, með það sem að ég hef séð til starfa lögreglu og ákæruvalds í þessu sambandi, þá finnst mér þessi mál fá mjög vandaða málsmeðferð á Íslandi og eðli málsins samkvæmt að þá ég ekki alltaf sammála því mati sem á sér stað hjá lögreglu og ákæruvaldi varðandi það hvort að eigi ákæra í málum eða ekki, en ég tel að vinnubrögðin séu fagleg og góð og hlutlæg. Þú varst að tala mannréttinda eða MDE-málið, landsréttarmálið eins og kannski betur þekkt var svona þitt stærsta mál og mætti þá kannski lýsa sem einum stærsta sigri á þínum ferli eða hvað? Er þetta ekki líka einhverju leyti persónulegt þegar svona gengur vel eftir? Jú, en það nú þannig í mínu starfi og í lögfræðinni að sko sigurinn og sigur gleðin og matið á færni viðkomandi lögmanns aldrei neitt annað og meira en nýjasta málið sem að viðkomandi hefur flutt sko og annarkvort unnið eða tapað. Já. Þannig að ég held að það reyna að nálgast þetta allt saman með ákveðnu jafnaða geði. Það sem að skiptir öllu máli í þessu sambandi auðvitað bara að reyna að gera sitt allra besta í öllum málum. Já. Af því að það nú yfirleitt alltaf þannig að sko hvert mál sem að lögmaður tekur að sér, sama hvort að hagsmunir séu litlir eða stórir í krónum eða aurum talið, alltaf risastórt fyrir umbjóðandann. Já. Þú veit nú að kynst því líka bara eins og að, með ritgerðarmáli hjá þér að þegar þið líður eins og allir sé að tala þetta þá náttúrulega ert þú að fá aðila sem kemur til þín og hann líður örugglega svipað og þér leiðið þá. Þú ættir svona að geta sett í þessi spór. Já, að sjálfsögðu, en þarna ég að tala ég ekki bara að tala sko sakamál þarna eða einhverja ámælisverða háttsemi sko. Ég líka bara að tala almennt einkamál, þar sem að tveir aðilar eru að deila. Já, akkurat, bara ég einmitt að benda á hversu stór hluti af lífi fólks þetta sko. Já, einmitt, þú veist, þetta alltaf risastórt fyrir umbjóðandann hverju sinni, þannig að það mjög mikilvægt að hafa það í huga og haga störfum sínum og samskiptum við umbjóðandann í samræmi við það. Þú hefur ekki unnið öll mál, einhver svona ósigur verri en annar?
Já, það eru mál sem að ég er mjög gramur yfir því að hafi tapast. Það þýðir hins vegar ekkert að festa sig í því. Þú veist, þetta er hin hliðin á peningnum sem ég var að lýsa áðan. Já. Þú veist, það þýðir ekki að fagna sigri í dómsmáli sem lögmaður of lengi og of mikið, og það þýðir heldur ekkert að leggjast í kör of lengi þegar að mál tapast. En það sem að mér gremst auðvitað fyrst og fremst í þessu sambandi er þegar ég, samkvæmt mínu mati og minni samfæringu, niðurstaða dómsins er augljóslega röng. Einhver mál sem mátt nefna? Þau eru nokkur sem að skjóta upp í huganum, en ég ætla að láta það ógert. Einhver mál sem eru ekki sigur eða tap, heldur bara áhugaverð, einhver skemmtileg, eins og ég var að nefna þarna Suits og Boston Legal, er ekki einhver stemming sem er átt í staði í réttarsalnum? Jú, það eru nokkur þannig mál. Eitt mál sem ég man eftir var sakamál þar sem ég var réttargæslumaður brotaþola, og málið hafði verið lengi í rannsókn, verið fellt niður einu sinni eða tvisvar, síðan var rannsókn hætt, síðan var gefin út ákæra í málinu, og það er einhver 10 vitni sem eru búin að koma fyrir dóminn, og þegar síðasta vitnið er búið að gefa skýrslu, þá stendur það svona í dyragættinni á dómsalnum og er töluvert hikandi, og það endar þannig að formaður dómsins, það voru 3 dómarar í þessu máli, spyr vitnið, var eitthvað sem vil koma framfæri til viðbótar, og vitnið segir þá við dóminn og sakflytjendur, voruð ekki örugglega búin að sjá bréfið, og það líta allir hver og annan, og enginn veit hvað vitnið á við. Þá dregur vitnið upp bréf úr innan á vassanum hjá sér, sem fól í raun og veru í sér játningu af hálfu ákærða á sakargiftunum. Og þetta var svona eitt af þessum mögnuðu Matlock momentum sem að maður getur upplifað í þessu starfi, að því að málið var virkilega tvísinn, hvort að það yrði dæmt áfall sakar eða sýknað, en þetta bréf tryggði síðan sakfellingu í málinu. Matlock momenti, það er bara búið að pikka og síðan allt í einu fellur. Já, þarna eru við aftur aðeins með kynslóðabili, þú nefndir Suits og Boston Legal, það voru frægir lögfræðiþættir í sjónvarpinu sem að hétu Matlock. Nó, ok. Það er og það voru ofta eitthvað svona twist í lokin. Já, meinar. Og kemur bara to be continued allt í einu. Já, þess vegna segi ég Matlock moment. Já. Málin úrslit málsins réðust yfirleitt alltaf í þessum þáttum bara á loka mínútunni. Já. Má þetta satt spyrja, er eitthvað meira sem þú vilt segja eða eitthvað svolítið? Má ít undir eitthvað svona að vitni gefa meira? Nei, það var ekkert verið að spyrja. Vitni var hægt að gefa skýrslu og annað, Það var bara kannski hvort að vitni þurfti einhverja leiðbeiningar, það komast út úr salnum, eða hvort það vantaði eitthvað, eða hvort það væri með eitthvað kostnaðar. Þú veist, þetta var bara almenn spurning, Einmitt. Já. Nei, ég minna síðan var bara gagnið afhent dómnum, og verjandi ákærða fekk gagnið og ákæruvaldið og síðan var bara lagt fram í málinu. Já. Málflutningu var ekki byrjaður, þannig að þetta var allt fullkomlega heimilt. Ok. Hvað með Nígeríu málið? Já, það var áhugavert. Það var sakamál sem að komu upp sem þar sem að það komu 2 menn hingað til lands sem voru af erlendu bergi brotnir, og áttu samskipti við Íslendinga, og þeir sögðust vera búnir að finna upp undrabox sem var svona bara pappakassi sem var búið að setja álpappír utanum, og fengu fólk til að taka þátt
í því afhenda þeim evrur og ef að það voru settar 100 evrur í boxi og þær geymdar þar í 12 klukkustundir ef ég man það rétt að þá ættu þeir að verða orðnar af 1000 evrum sólarhring síðar. Þetta er mjög góð ávöxtun. Þetta er frábær ávöxtun sko. Þetta er frábær ávöxtun og það voru ýmsir sem að reyndust tilkippilegir til þess að setja fé í boxið en svo þeir komu og ætlaði að ná í peningana þá komu þeir að tómum kofunum en þessir ágætu menn náðust hins vegar í leifstöð á þeir voru á leiðinni úr landi. Mitt. Og býtu, voru bara Íslendingar sem að lögðu pening í boxið í góðri trú Já, eða afhentu þessum mönnum fjármunna Já. og þeir sögðust ég ætla að setja þau í boxið ég veit ekki hvort að sko, ávöxtunin klikkaði út af því að boxið virkaði ekki eða þeir sett aldrei peningin í boxið það er eitthvað sem á enn eftir að koma í ljós en hvernig er það með bara svona siðferði lögfræðings eins og þú talar bara varandi að gera mistök og svona hvað finnst þér hvað stendur þér bara í því að bara að geta fyrirgefið eða bara svona, það maður ekki að vera með ákveðna siðferði sem bara aðili sem að stúsast í dómskerfinu Nú skil ég ekki spurningun alveg Nei, ég er bara meira að hugsa þú ert að tala að ég held að mistök og að fyrirgefa og allt svona, þetta er svolítið huglegt þetta er náttúrulega, þú veist, og hvað er fyrirgefanlegt og hvað er ófyrirgefanlegt og hvað er náttúrulega að fyrirgefa og ég er bara svona veltaði fyrir mér hvort að þú þurfir að hafa einhvers konar moral code eða hvort að þú sért með einhver yfirlýst stefnu í þessum málum, hvernig samfélagið bara fungerar og hvað var það að fyrirgefa fólki sem brýtur af sér Já, ég einmitt í mínum störfum er ég auðvitað bundinn af siðareglum lögmanna og lögum lögmenn en kannski þú veist það sem ég var að segja það sem ég var að segja áðan þá er einhvern veginn mikilvægt að halda áfram það lenda allir í einhverju í lífinu og það er mikilvægt að reyna að ná að vinna úr því og halda síðan áfram af því að the end of the day þá er maður auðvitað einn í þessu lífi og ber ábyrgð á sjálfum sér og eigin velferð og sinna nánustu og þess vegna held ég að það sé ótrúlega mikilvægt að reyna að gera upp hlutina reyna að fyrirgefa og reyna að halda síðan áfram án þess að vera alltaf að horfa í baksýnisspegilinn. Ég veit að það er ekki alltaf auðvelt og það er þú veist, það er miserfitt líka eftir því hvað hefur dunið á. En ég held hins vegar að þetta sé mikilvægt af því að við erum mannleg, við gerum öll mistök í lífinu, misjafnlega stór og sömu þetta alveg hjúts, en það breytir því ekki að að það þarf að vera einhver leið tilbaka fyrir alla og ég held að það sé mikilvægt að hafa það í hug Ég veit, og ég er bara svona velta fyrir mig með þessar siðareglur lögmanna, kallar það ekki? Jú. Að þó svo að þessar reglur séu til þá einhvern veginn innprentast þær ekkert endilega í þann sem að skrifar upp á þær, fólk er náttúrulega bara mismunandi sko. Já, ég meina, þú veist það er þannig og en siðareglur eru þetta starfstétta eru ofta tíðum ekki neitt annað heldur en einhverjar hátternisreglur sem hafa myndast kynslóð eftir kynslóð og þær eru kannski aðeins sérhæðari fyrir þetta tiltekna starf en inn í enn þá er þetta bara, þú veist, grunngildin
það hvernig þú eigir að hegða þér að koma fram og hvernig þú eigir að breyta rétt og það er bara einfallega búið að færa það letur og festa það niður með einhverjum hætti sko. Einmitt. Vorum aðeins að nefna soninn áðan, Villa Finta, þú ert líka dóttur? Já, hana Önnu Maríu mína. Þannig tveggja barna faðir? Já, ég á 2 börn. Sko, Anna María er fædd 2003 og hún kom inn í líf mitt í kringum 2007 þegar að ég og mammenar, Anna Lilja, byrjuðum að vera saman og það er eitthvað það stórkostlegasta sem að hefur gerst í mínu lífi og ég er ævilega þakklátur fyrir það, enda er hún Anna María algjörlega frábær stelpa. Hún var útskrifað sem stúdent úr Vestló núna og var ritstjóri Viljans og í stjórn nemendafélagsins og svo framvegis, algjört hæfileikabúnt. Og svo er það Vilhjálmur Vilhjálmsson 50 sem að kom í heiminn árið 2010 og er í Flataskóla, mjög duglegur, mikið á hjólabretti og í karate og mikill spekulant. Hvernig var innreið barnaðin í þitt líf? Var þetta kærkomið? Þú ert náttúrulega, hvað ertu, 30 og tæplega 40 þegar að sonuðin fæðist? Já, ég er þegar hann fæðist þá er ég 39 vetra. 39 vetra? Já, en þetta Anna María komin í líf mitt tölvöld löngu áður. Já. Þannig að það var bara algjörlega frábært. Það er bara gjörbreytt í lífinu og forgangsröðunni. Er það? Já, algjörlega. Hvernig þá? Það er einfaldlega bara þannig eins og allir vita sem eiga börn að þau eru bara númer 1, 2, 3, 4 og 5 og þeirra velferð og velíðan skiptir þetta bara öllu máli og nákvæmlega hvernig maður sjálfur hefur það frá degi til dags það er algjört aukaðrið sko. Þú náttúrulega líka, þú ert karakter, þú ert svolítið einstaklingur, var þetta einhver viðbrigði fyrir þig? Eða? Nei, í raun og veru ekki. Ég á þetta yngri bræður sem að ég passaði mikið og ég vona að þeir hafi ekki beðið mikið tjón af. En nei, ég hef alltaf verið mikill barnakall. En hins vegar auðvitað breytist það þegar að það koma litlir einstaklingar í heiminn eða inn í lífmanns sem eru algjörlega á manns ábyrgð. Það er auðvitað önnur Ella en var algjörlega frábært sko. Bræðinir eru nú ekkert eitthvað, sko, mér skilst að þeir sé ekkert að vinna í nákvæmlega sömu málefnum og þú, eða? Nei, það er rétt hjá þér. Ingi bróður minn, hann er blaðamaður á Stundinni. Já. Og Finnur bróður minn er saksóknari hjá héraðssaksóknara. Já. Þannig að það svona í fjölskyldum matabóðum að þá getur stundum verið líflægt. Já. Hvernig er það? Er þetta bara góð dýnamík og allir að byrja að vera einhver fyrir vinnu hvers annars? Eða? Jú, það er sko góð dýnamík sko en og við gerum það og allir hlutaeigandi sko. En ég held ofta tíðum sko að því að konunars Finns er líka lögmaður sko og pabbi er auðvitað lögfræðingur og fyrir lögmaður og dómari. Þannig að svona fyrir utanakomandi aðila sem eru ekki á þeim starfsvettvangi þá held ég þetta sé ekki neinn stórkvöldleg skemmtun oft sko. Nei, það? Nei, ég held ekki. En hvað kemur til að þið farið svona í sikkvara áttina? Nú, það er bara eins og hlutirnir eru. Já. Fóru þeir ekki í skrúfuverksmiðina? Nei, þeir voru aldrei sendir til Austur-Þýskalands. Þannig er þetta, það er svarið. Sko. Það var líklega hefur sko múrin verið fallið þegar það var fyrst mögulegt. Sko. Það hlýtur að vera. Þannig að það hefur hugsanlega bjargað þeim. Já, bjargað þeim. Þú nefndir aðeins með, þú varst í yngri landsliðunum. Já. Sem ungu drengur, U16 og U18. Já. Þar kynnistu Gunnlaugsson bræðrunum. Já. Þar kynnist ég Arnar og Bjarka Gunnlaugssonum sem eru algjörir toppmenn og allir þeir sem að þeim standa. Það kom þannig til við vorum ágætis félagar og æfingum og þess að þar en þeir auðvitað bjuggu upp á Skaga og eru 2 árum yngri ég voru
og eru einhverjir efnilegustu og bestu knattspyrnumenn sem að Ísland hefur alið og voru alveg með frábæra hæfileika þannig að þeir voru þarna eiginlega sko 2 ár upp fyrir sig í yngri landsliðanum sko. En á þessum tíma þá voru ekki komin einn göng þannig að aftur sko kynslóðabilið milli mín og þín skæin var lengri í burtu þá maður manst eftir Akraborgina? Nei manst ekki eftir akstrinum í Hvalfjörðunum? Nei, ok, en ég man það sko og þá var töluvert langt upp á Skaga og við vorum að æfa sagt, oft 2 æfingar helgar einu á laugardegi og aðra á sunnudegi og það endaði þannig að þeir fóru að gista töluvert oft heima hjá mér og foreldrum mínu okay. og þarna var til vinátta sem er ennþá til enn þann dag í dag og er alveg frábær Þetta eru mikli toppmenn Þetta eru mikli toppmenn en þeir eru sko, þó þeir séu einingja tvíburar þá eru þeir alveg sko ótrúlega ólíkir sko. Já það og þegar sko Arnar fékk rauðarspjaldið daginn móti Káa þá hélt ég tíma að þeir eru eitthvað verið að fíblast og Bjarki hefði tekið við þjálfunin í 1 leik og þeir eru ætlað að fíbla mannskapin eitthvað af því að viðbröðun hjá Arnar voru algjörlega í takt við skapferðli hjá Bjarka sko, en mjög úr takt við skapferðli hjá Arnari sko. Akkurat, ég nefnilega sko, já, ég svona uppliði út af Arnar og eins og áður hefur komið fram, ég ekki mikið inn í fótboltanum en Arnar bara, þú veist, einhver fótboltaspaði bara geggjaður og alltaf flottur og smá svona sjómli fyrir mér sko síðan kom hann í viðtal og hann var svo bara einlægur og bara meira þess að utan spjallsins þau vorum aðeins að ræða saman en ég svona, já, ég hef alveg haft oft orð á því sko, hvað kom mér á óvart, hvað þetta voru góðu menn og sér þetta ekki annars til Bjarka og það er bara sama sagan að segja á honum sko Já, sko Arnar er með lundina frá móður sinni en Bjarki frá föður sínum Já, ég tek undir þetta Sorry Gulli Nei, en þetta er og svo er það svo fyndið með sko tvíbura maður heldur að þeir séu algjörlega gjörsamlega sko samanlímdir en það er sko ekki endilega með þá bræður þó þeir standi alltaf saman sko út af við en það var stundum þannig sko að þeir bjuggu saman í 105 Arnar og Bjarki, ég man ekki hvað gatan heitir að einhvern tímann að þá hringdi sko Bjarki í mig og segi Vili, hvernig hefur hann Arnar það? Og ég segi, ertu að hringja í mig? Þú veist, þið búið saman, spurðu hann bara en það kom einhvern veginn ekki til greina heldur, var hann að tjekka mér hvernig Arnar væri sko Hversu stór hluti af lífiðinu er fótbolti? Þú spilaðir í meistaraflokki 4 liða Fram, Þróttur, Víkingur og Hvöt Já Það passar, ég auðvitað var alin upp í Þrótti, var í Þrótti upp í 4. flokk. Þá fór ég í örlagaríka fótboltaferð til London þar sem að stjórn Fram var með í för og það var einhvern veginn úr í þeirri ferð að ég myndi mæta á æfingar í Safamýrinni á næsta kemstíðanbili sem að síðar varð úr. Þannig að ég fer í Fram í 4. flokki, er í Fram upp í meistaraflokk, spila einhverju meistaraflokki en átti ekki mikinn séns þarna og gullaldar árum Fram og fór þá í Þrótt. Svo fór ég einu sinni til 2 á milli sko. En ég spilaði flesta mína meistaraflokksleiki í Þrótti. Og svo síðan svona á einhverjum tímapunkti að þá hafði Luka Kostic samband með mig og vildi fá mig í Víking og ég spilaði 1 season með Víking áður en ég fór síðan á Blönduós og þjálfaði sko Hvöt 2 keppnistímabil og spilaði með. En í dag, er fótboltinn stór hjá þér? Nei, ég bara þegar ég hætti þá hætti ég sko. Mér finnst ekki gaman að spila fótbolta og nenni ekki mikið að horfa á fótbolta. Mér finnst gaman að fara á völlin en ég er ekki límdur yfir sjónkanum til að fylgjast með einhverjum leikjum sko. En hvaða hreyfing er þetta? Þú ert alveg aktífur náungi? Hvað með hreyfingu? Já. Já, þú veist, það er ekki bumbubolti með félagunum sko. Nei, þú ert svolítið komin í jókað. Þú ert komin í jókað, þú ert komin í kraftliftingarnar. Já, ég fyrir svona 1,5 ári að þá dró Óttar Pálsson lögmaður og vinur minn með sér til hans Ingimundar í liftingarsalinn út á Nesi og það gjörsamlega breytti lífið mínu sko. Og ég reyna að mæta til hans svona 2 til 3 í viku og lifta lóðum með Óttari Páls og Gilla Hall og Reimari Péturssoni og fleirum
og það algjörlega frábæð, hann magnaður náungi hann Ingimundur og já, þetta system sem hann með á liftingunum þarna algjörlega frábært. Já, hann tók náttúrulega kraftlýtinga kvenna upp á annað stig hérna á Íslandi algjörlega sko, en já, þetta mjög gott program. Heyrðu, svo reyni ég að fara í hjólatíma til hennar Helgu Kristínar Ólafsdóttur sem að kenna í World Class 2 í viku. Mikill meistari. Já, mikill meistari og hún virkilega góð í því sem að hún að gera og og það bara gott að taka smá kardió í bland við liftingarnar og svo reyni ég að fara 2-3 í viku í hot yoga. Já, svo oft? Já. Mitt. Sem líka algjör snild og einhvern veginn hefur bara valdir svona ákveðinni lífstilsbreytingu og ákveðnum auknum þægindum í lífinu. Já, segðu mér meir. Segðu mér meir, hver ávinningurinn af jóga? Nei, það bara, þú veist, liðleiki, þessi stutta slökun í lokin algjörlega frábær, þú veist, en maður aðeins að tapa stað og stund og ég sopna nú alltaf yfirleitt sko í þessar 5 mínútur. Í svita baðinu. Já, en það bara eins og jafnast bara á við 8 tíma svefn sko, þegar maður næra að einhvern veginn að slökkva algjörlega á sér, þó ekki sé nema í stuttan tíma sko. Þannig að þetta svona einhvern veginn þrennt í bland hefur bara gert kraftaðir fyrir mig. Já. Þannig að ég mæli með því við alla. Þú ert svona eins og Napoli sko í andstæðanum, þú ert í kraftlyftingunum og jógaðinu sko. Já, ég held að það vinni bara ótrúlega vel saman, ef ég var að segja þér annars vegar. Já, ég held að sjálfur rétt þér. Langaður ekkert að finna þér íbúð einhvers staðar í bara Indlandi og gerast jógi? Já. Mér finnst æfingarnar frábærar. Ég ekki sko fullur þáttakandi í heimspekinni og andlegu hliðinni sko. Nei, ok. En æfingarnar algjörlega geggjaðar. Já, ok. Við skulum bara sko skilja við jógað með þessum orðum. Vil ég stjóla, annar aðili sem þú kynnist í gegnum fótboltan, Willum Þór. Já. Það væntanlega Þrótti líka eða eitthvað? Það einmitt, það hann sko kom til okkur sem leikmaður, ef ég man rétt, 96, tók við sem þjálfari 97 og þjálfaði okkur 97 og 98. Hvers konar þjálfari Willum? Willum frábær þjálfari, en fyrst og fremst hann frábær maður. Já, það. Já, hann greindur, skemmtilegur, klár, ótrúlega vinnusamur og duglegur, gerir gríðarlega kröfur bæði til sín og annara og fylgir á undan með góðu fordæmi. Eini ljóðurinn sem á ráði Willums það að hann framsóknarmaður og ég sé að það gott að við erum sammála um það. Ekki þú lentir aldrei í trillum eða? Þú lentir aldrei í trillum? Jú, auðvitað það komur svona moment sem að það kveina eins í honum sko og og stundum og yfirleitt átti það rétt á sér og það sem svo magna með Willum það að sko, þú veist hann gerir mikla kröfur til annara en mestar kröfur gerir hann til sjálfsins og fylgir á undan með góðu fordæmi en að því við erum að tala um Willum að þá sagði mér eins og ágæta sögu þegar við vorum einhvern tímann að spjalla og ég spurði hann hver væri besti þjálfari sem að hann hefði haft. Ef þú spyr mig hver besti þjálfari sem að ég hef haft, þá segi ég Willum. Þess vegna var mér áhugavert að heyra frá honum hver væri besti þjálfari sem að hann hefði haft. Og hann sagði Árni Indriðason, handboltamaður úr Víking sem var að þjálfa hann í handbolta í Gróttu á sínum tíma. Og Árni bæði vei góðu vinnur föður minns, þeir eru æsku vinnur af nesinu og algjörlega frábær maður var sögukennari lengi í menntaskólanum í Reykjavík
En ástæðan sem að Willum sagði mér var eftirfarandi. Það var auðvitað, Árni var algjörlega sko, grjótharður eins og hann sjálfur og svo var það sko, þær þjálfunaraðferðir sem að Árni beitti og sérstaklega ein sem að Willum fannst algjörlega stórkostleg að þá fannst Árni að hann þyrfti að sko, herða Willum sem varnarmann og Willum var mjög góður varnarmaður í handbolta og átti sko náttúrulega mjög góðan feril í fótbolta en líka í handbolta og þessi tiltekna æfing sem að Willum var að segja mér, hún fólst í því að Árni náði í boltapoka með sko 20 handboltum, lét Willum standa í markinu og dundraði hann boltum til þess að herða hann og þetta fannst Willum algjörlega stórkostlegt. Hann bara naut sásökar. Já, fór inn í þjáninguna. Þetta bara hjálpaði hann að verða harðari og betri í leiknum. Hann örugglega þurfti einhverja jógatíma til þess að vinna út í þessari lífsreynslu. Já, ég myndi gefa mikið fyrir að sjá Willum Þór í jógatíma. Í hot yoga? Já, ég held að hann hafi gott að slökunni aðeins hérna í lokin sko. Líklega í jobbinu sem hann er komin í núna. Já, einmitt. Ég held að það sé ekki auðvelt starf að vera heilbrigðisráðherra á Íslandi árið 2022. Nei, ég tek en hann er að standa sig vel, mjög vel. Já, hann er allan maður í verkið. Já. Hvernig erum við samt með eins og bara, þú veist, þín áhugamál og við erum búin að tala ferðalögin og svona, en þú veist, það er ekki hægt að tala við Villa Will án þess að nefna bara stílinn og smekkinn og hvort sem það er matur eða klæðnaður eða mótorhjól. Hvað er svona, þú veist, myndirðu segja að þetta var eitt af þínum áhugamálum með ástríðum? Ég veit það ekki, mér finnst voða gott að hafa fallegt í kringum mig sko. Já, tattu mikrofónin aðeins nærðir hérna? Já. Það drífur ekki lengra. Nei, ég færi mig bara hérna aðeins nær. Já, nei, mér finnst þú gott að hafa fallegt í kringum mig og hef gaman að góðri hönnun. En fyrst og fremst finnst mér sko gaman að þessi karakter í hlutunum. Já. Mér finnst það skipta mjög miklu máli. Einmitt. Og það í raun og veru bæði við um hluti og fólk. Karakter er einhvern veginn ótrúlega sjarmerandi. Já, og það er alltaf hlýtur að vera það sem við erum að tala um Napoli, að þú finnur sterkt þar. Já, hún er algjörlega sko uník borg sko. Og af því að þú veist, við erum að tala um karakter, það voru nú ýmsir karakterar með okkur í Þrótti á sínu tíma, svo ég spóli nú aðeins tilbaka. Endilega. Að og við fórum í manni, mér minnir að það verið 97 í æfingaferð til Manchester. Og ég var þá í stúdentapolitíkinu á fullu, sinnti æfingunum ekkert sérstaklega vel og var þarna að koma beint frá af stúdentaráðstefnu í Nijmegen í Hollandi. Var búin að vera viku þar. Stúdentaráðstefnu? Já, það var svona, þú veist, í stúdentapolitíkinni, það voru svona, ég man nú ekki hvað þetta heitir lengur, það voru einhverjar ráðstefnur hjá stúdentafélögum háskólana í Evrópu. Okay. Það var haldið einu svona ári, þú veist, svo var eitthvað sveipa samstarf á Norðurlöndunum. Já. Þannig að ég var að koma þessu sem formaður stúdentarás og flaug beint frá Amsterdam til Manchester. Og ég hef nú einmitt búin að segja að Willum var að þjálfa okkur þarna á þessum tíma og ég hef búin að beða að láta mig að fá nákvæma adressu. Og hann hefði þarna verið í ferðabransanum, hefði verið að vinna fyrir Samvinnuferð og segja þetta ekki hafa neinar áhyggjur af þessu, þetta er bara Bobby Charlton School of Excellence, það veit allir hver Bobby Charlton er hérna, segðu bara Bobby Charlton og þeir keyraði á staðinn. Svo var ég held búin að vera sko í 3 klukkutíma í leigubíl að leita að þessu þegar að ég loksins fann leigubílstjóra sem áttaði sig á því hvað ég átti við sko, og þá komum við til ljós að þetta var ekkert í downtown Manchester sko, þetta var miklu nær Swindon heldur en í Manchester, en gott og vel, það voru skemmtilegi fýrar í þessari ferð og ég man eftir því að við fórum í þessum æfingaferðum, þá var alltaf eitt svona kvöld þar sem að menn gátt aðeins lyft glösum og slakað á. Og við fórum niður í miðborg Manchester og við vorum saman í för ef ég man rétt, sko ég, Steini Halldórs, þjálfari kvennalandsliðsins, Axel Gómez, Lúðvík Jónasson, garbaðingur og þekktur sem sko stjörnumaður og Einar Örn,
Birgisson heitinn og við erum þarna fengum okkur að borða með liðsfélögunum og svo eitthvað skildu leiðir og við ætlum að rölta á einhvern stað og hittum þarna einhverja leikmenn úr Middlesbrough, Curtis Fleming og einhverja og við bara sláumst í hópi með þeim og svo dregst ég eitthvað aðeins aftur úr sko og eins og ég sagði, ég hafði ekki verið duglegur að æfa þetta season og hefði verið á þessari ráðstöfnu og var svona í þykkara lagi og svo labba þeir þetta Curtis Fleming fyrir fyrstur og þetta fyrir fram fyrir röð og ekkert mál og hinir fara bara inn á eftir sko Lulli þetta leit nákvæmlega út eins og Duncan Ferguson og gerir sko þannig að ef ég mann rétt hann var líka að bera ofan og í leðurbuxum þannig að hann fittaði alveg inn í sko crazy fótboltamanna prófílinn sko ég svona 25 metra á eftir þeim þannig að þeir fara inn og svo kem ég að dyraverðinum og segi eru ég með þeim og hann horfir svona á mig og segir no, you are not a football player Það var veitingarnar á ráðstefninu búin að vera aðeins og vígaðar. Já, ég hafði verið sko full góður við mig þarna á undirbúningstímabilinu sko. Já, en þú varst alveg íþróttamaður eða? Það var alveg partur af þínum karakter? Já, ég var þetta sko, þú veist, ég byrjaði í fótbolta þegar ég var, þú veist, 6 ára eða eitthvað og Einhver fréttin lýsti þér sem besta vinstri bakverði Íslands? Það nú sko stórkostlega orðum auki sko. Ég veit náttúrulega ekkert hvernig ég á að trúa sko. Nei, ég var svona slark fær sko. Já, slark fær. Já, nei, ég var það, svona, þú veist, þokkalegur varnarmaður í fyrstu deild og hugsanlega í neðri hluta úrvalsdeildar. Já. Það var nú ekkert meira það sko. Nei. Já, þetta samt gaman sko, þú hefur greinilega komið víða og ert svona auðvitað við að, þú veist, bara eins og þú ert að tala allar þessar sögur af fótboltanum og ferðalögunum og þú veist, þú hefur gaman af lífinu og eins og þú sagði við mig þegar þú verður að fara út í Capri eða bara einu sem þú verður að pakka rakspír og sólavörn og síðan það bara fljóta með straumnum sko. Já, það svona ein tegund af ferðamennsku, þú veist, það eru 2 leiðir til að nálgast Capri, það bara að taka allan glamúrpakkan Capri var svona Saint-Tropez eða? Já, en svo það hinleiðin, hvort heldur sem það Capri eða hinnar eyjarnar og það bara að leggja af stað, þú veist, það bara að henda sér af stað og einu sinni man ég eftir því að ég fór, ætlaði að sýna Steina Halldórs og konunans Brynju Capri og Anna-María og Villi, krakkarnir mínir voru með okkur og við ætluðum bara í dagsferð til Capri og þannig að við vorum ekki með neitt farangur með okkur og Steini og Brynja þau þurftu að ná sko flugi daginn eftir þannig að þau tóku bátinn tilbaka en við ákváðum að gista á Capri eina nótt og ætluðum síðan tilbaka daginn eftir en það endaði þannig að við komum tilbaka sko 5 dögum seinna sko eftir að hafa verið á Capri, Iskju, Prossitu hitt nágrann okkar sem eiga skútu og flakkað með þeim. Þú komst bara tilbaka þegar rakspyrinn var búinn? Já, þegar rakspyrinn og deodorantinn var búið þá tími til komin að snúa við sko. Nei, en þetta er algjörlega stórkostlegt sko. Já. Að gera hlutina með þessum hætti. En eins og þú veist, þú ert duglegur að fara með fólki til Napoli og svona, hvernig öfugt snúið á Íslandi? Er Ísland bara vinnustæður eða hefur alveg gaman af útivist og þú veist, skoða landið? Já, ég hef ágætlega gaman af því. Okay. En ef ég má velja hvort að ég fer í hringinn kringum landi á Íslandi eða get farið til sko Napoli og náði mótorhjólið og þvælstum á því hvort heldur sem það til Puglia eða Amalfi strandarinnar eða Lazio eða Verona eins og ég að fara núna eftir 3 vikur þú veist, þá velji ég það alltaf. Já. En Ísland auðvitað stórkostlegt land og náttúran á Íslandi stórkostleg sko en man bara má ekki vera of lengi man bara má ekki vera of lengi nei og að einhver leiti að þá ég farin að líta eins á Ísland eins og verbúð Ísland er frábært land það er gott að búa hér það er gott að ala upp börn það er gott að vera með fjölskyldu en svona einhvern veginn að þá hef ég kosið það að sinna svona grunnskildunum á Íslandi
en að lífið fer svolítið fram annar staðar. Ég held að ég get ekki orðað betur en þetta. Það er ótrúlega frelsistilfinning sem að fylgir því að bara vakna á mótnana, þú veist, setjast á mótihjólið, keyra eitthvert án þess að vera búin að ákvaða fyrirfram nákvæmlega hvert verða að fara og koma tilbaka 3-4 dögum síðar með sko nýja lífsreynslu í farteskinu sko. Ekki líka mögst að byggja þá bara fjölskylduminstrið þannig upp? Ég meina, ertu bundin niður? Ertu í sambandi núna? Nei, ég er ekki í sambandi og hef ekki verið síðan að ég og mamma Svila skildum að mér minnir árið 2015. Já, svolítið langur tími sem hefur ekki verið konuna kendur. Það er langur tími. En það sem þau orð sem þú tókst þér í munn þarna, það var ekki endilega það sem að ég sagði sko. Ég sagði að ég hef ekki verið í sambandi sko. Já, það er rétt. Já, ég veit svo sem ekki hvernig ég er háttað. En þú átt vist eitthvað að sögu Elton John? Já, Elton John Ég bara hendi því boltum sko. Já, þú bara gerir það sko. Þú veist hefur greinilega verið sko duglegur að vinna heimavinnuna þína, en ég man reynda líka sko heimavinnuna varandi þig og sko googlaði nafnið þitt, Snorri Björnsson. Fórstu við dómsöguna og svona? Nei, þá kom bara upp sko Snorri frá Húsafelli sko. Já, 1700 og eitthvað. Já, og ég verð að segja það að mér finnst þú bara sko bera aldurinn sko gríðarlega vel með að þú ert fæddur á sko 18. Já, takk að kærlega. En það er síðan líka tenging á milli okkar sko, af því að Snorri á Húsafelli var sko prestur á stað í Aðalvík. Einmitt. Þangað sem að föður á rætur sínu að rekja. Auðvitað. Þannig að Ferðu eitthvað til Aðalvíkur eða? Já. Þú gerir það? Já. Ok, þú rekur rætur. Já, það er algjörlega magnaður staður. Ég mætti vera duglegri, en þú veist, ég hef farið margoft sko. Já, okay. Og það er algjörlega stórkostleg náttúrufegurinn og kyrðin og hvernig maður getur endurhlaðið sig á hotströndunum, laus við rafmagn, síma og svo framins. Ég ætla að setja pásu á Elton John út af því að við erum að tala um að googla fólk og hvað kemur upp. Hvað með staðalímyndina Villa Will? Þú ert með góðan Instagram-account, það er verið að sína frá lífinu, hvað erum við að vinna með hérna? Það er gott selfie-game í gangi. Hvernig erum við að byggja upp ímynd Villa Will út á við? Hvaða markastofa er í þessu með þér? Ég eiginlega svona bara hef þetta nákvæmlega sem mér sýnist. Ég bara sýni það sem ég vil. Þú veist, það er fyrir mig og mína. Allt í einu sko eftir að hafa aldrei tekið sko ljósmyndir og aldrei átt myndavél eða ferðast með myndavél, þá allt í einu kemur þessi sem ég ætla að leyfa mér að kalla nýja tækni, þar sem að hægt að fara að taka myndir á síman. Já, það var ekki myndavél á pagernum í gamla daga. Nei, það var ekki myndavél á honum sko. Og allt í einu fór ég bara að hafa gaman að því að festa svona ákveðna hluti á filmu og sína svona kannski ákveði sjónarhorn, kannski þá bara mitt sjónarhorn á þann stað sem ég er á hverjum tíma sko. Og það er auðvitað þannig að það er hver maður sem að velur sér sitt sjónarhorn og þetta er bara svolítið mitt sjónarhorn og auðvitað þú þekkir það sem sko ljósmyndari að þegar maður fer einhvern veginn að pæli þessu, þá fer maður einhvern veginn að taka meira eftir dítilum. Maður fer að leita að dítilum og sér oft hluti sem maður hefði annars mist af. Algjörlega. Og það er eitthvað sem ég finnst alveg ótrúlega gaman sko. Já, þetta er mjög skemmtilega punktur og sérstaklega líka bara, ég teki eftir og sko, þú veist, náttúrulega, maður þreytist ekki á að tala um Napoli í þessu viðtali, en bara eins og að sjá þessa myndir frá þér, og það sér maður bara svona sko stílinn yfir öllu þarna, og eins og þú varst að sína mér núna áðan, áðan að byrja að taka upp bara, hvernig eldfjalli trónir yfir borginni og allt þetta, þú veist, þetta er svona svakaleg einhver stemming sko, þetta er alveg bara svona drekklaðið af einhverjum karakter, og einmitt að þú veist bara að tala um að hafa auga fyrir þessu og ná þess að mynd sko, er alveg mjög gaman að sjá þetta, og ég svona er orðin alveg forritin að komast til Napoli bara út frá því sem ég hef séð frá þér sko, og reyndar Jóni og Sindra úr pítsuferðinni þeirra
Heyrðu, þú bara velur tíma og þú ert með boðin. Já, þú verður pottit að núti hvort þið þannig ef ég bóka mér út þarna þá gengi að því að þú sért þarna. Segðu mig frá Elton John. Já, Elton John Elton John, hann var með tónleika á Laugardalsvelli og ég var þá ennþá í laganámi og Þróttur átti veitingasöluna á Laugardalsvellinum þar sem að tónleikarnir áttu að vera og KSÍ hefði gleymt að undanskilja veitingasöluna í samningnum við Þrótt á einhverjum öðrum atburðum en fótboltaleikjum. Það er að segja þegar KSÍ var að leigja völlin til þriðja aðila. Já. Þannig að KSÍ er búið að leigja Laugardalsvöll undir tónleika Elton John og hefði ekki gert neitt fyrirvara við þennan samning sem að KSÍ var með við Þrótt veitingasölun. Þannig að Þróttur átti bara veitingasöluna á Elton John og eðli málsins samkvæmt að þá voru... Þetta ekki risatónleikar, Eðli málsins samkvæmt þá voru tónleikahaldarar ekkert glaði með þetta, Siggi G var lögmaður KSÍ og við vorum búin að reyna að ná þessu saman og reyna að ná einhverju sáttum þetta og það svona gekk illa og þá fékk Tryggvi Geirsson þá var endur formaður aðalstjórnar Þróttar og endurskoðandi og mikill eðal kall. Hann vildi endilega fá mig í að gæta hagsmuna Þróttar lögfræðilega í málinu en ég var þetta bara lagani mig á þessum tíma. Og ég reyndi að segja það hann að ég skildi hjálpa þeim að finna einhvern lögmann sem að geti gert það en það bara kom ekki til greina, það var bara ég og ég var auðvitað að spila með Þrótti á þessum tíma þannig að ég gekk í jobbið og ákvaði að reyna að fá lögbann á tónleikana en það hefðist nú ekki en því var hafnað af sýslumanni en á endanum að það náðust eitthvað samkomulag þetta þannig að Þróttur sá veitingasöluna en það var svona ákveðin kergja þarna samt en þá á milli og þegar að einhver rótarinn frá Elton kom í veitingasöluna og baði að fá gefins kaffi fyrir kallinn þá var því bara hafnað 1, 2 og 3 Fyrir Elton sjálfan? Fyrir Elton sjálfan sagði hann að minnstakosti en það var skítkalt á þessum tónleikum þannig að Þróttur neitaði Elton John kaffibolla á tónleikum á Laugardalsvelli. Þetta maður, það var standard á þessu. Er það fyrir aldamótin sem hann kemur eða? Ég bara hreinlega mann það ekki. Ég hreinlega vissi ekki að Elton hafi tróðið upp hérna. Jú, þetta er fyrir aldamót. Fórstu á tónleikana eða? Já, ég var þarna. Ertu mikill Elton John maður? Ég ætla ekki að endilega að segja það að Nick Cave ólöstuðum ég ætla ekki að endilega að segja það í dag en hins vegar hefur hann auðvitað gert frábæra hluti kallinni í gegnum tíðina og plata eins og Goodbye Yellow Brick Road er algjört meistarastykki og hann hefur auðvitað samið frábær lög en að ég sé fan það er kannski orðumökið en Nick Cave eins og þú bentir réttilega og er hins vegar idolum mitt en nú veit ég ekki alveg hvar þú grófst það upp Þar ertu fan? Ég er algjört fan ég hef ekki mikinn áhuga á frægu fólki og mér er nokk sama hverju ég hitti og annað en ég myndi gefa mikið fyrir það að fá að hitta Nick Cave hann er að mínum að þetta algjörlega stórkostlegu tónlistarmaður og að þér virðist með það sem ég séð sem hann sendi frá sér manneskja líka. Og er þetta bara eitthvað eskuást eða? Á Nick Cave? Já. Hvað heitir þetta aftur? Nick Cave and the Bad Seeds? Bad Seeds, einmitt. Já, og ég er nú búin að vera ætli ég sé ekki búin að vera Nick Cave fan í svona 25-30 ár eða eitthvað. Okay. 25 ár. Búin að sjá hann víða á tónleikum, New York, Luka, nokkru sinnum hérna á Íslandi og svo er ég að fara núna til Verona og sjá hann í hringleikahúsinu í Verona núna 4. júlí. Í bara Colosseuminu eða? Já, bara í miðri Verona. Er það allt í einu tónleikahöll? Það hefur alltaf verið tónleikahöll. Nú, ok, ég segi ekki. Arena í Verona. Hefur komið til Verona? Já, farið inn í þetta Colosseum. Þú veist þetta? Já. Tónleikarnir eru þar, bæði með Nick Cave og Gorillaz. Vá, maður. Já, það er með Gorillaz. Já, eins og varst að segja. Já. Býtur Nick Cave og Gorillaz saman? Nei, Nick Cave 4., Gorillaz 5. All right. Ekki lítið vissu skilmingaþrælarnir að Nick Cave myndi tróða upp hérna á eftir þeim.
Já, það líklega einhver vitneskja sem hefur ekki legið fyrir þá sko enda veit maður aldrei hvað lífið hefur á lager. Það er rétt Herra Vili, erum við ekki bara fannir að vera nokkuð ferskir hérna? Þú ert hérna það er föstudagur hjá okkur, eitthvað skemmtilegt planað? Ég meina, ég er búin að lose track af dagskrániðinni. Þú ert að fara á tónleikaferðir og þú ert að fara hingað og þangað og þú virðist vera duglegur að hafa hlutina fyrirfram ákveðna. Já, það er bara nauðsynlegt í mínu starfi. Já, það er kannski að láta vita. Að ég skipuleggi hlutina svona cirka 6 mánuði fram í tíman. Þannig að ég er komin með ferðaprógram til loka september. Já, og það er það alltaf eitthvað sniðið í kringum Ítalíu eða? Nei, það er fyrst og fremst Ítalía, bæði Napoli og aðrir staðir, en svo hef ég hugsað mér að fara ég fram til New York. Já, ok. Við tökum Bandaríkin líka. Þurfum aðeins að kíkja vestur líka. Já, eða sko New York þetta algjörlega sko mögnuð borg sko. Já. Og það frábært að týna sér í henni í dag eða 5. Já, ekki mikið meira, maður er þreyttur þarna líka sko. Já, en ég fór einu svona á Nick Cave tónleika í New York. Það var 2019 held ég, og þá leiði ég reiðhjól og ég var í 7 daga í New York og ég hjólaði alla borgina. Williamsburg, Brooklyn, auðvitað alla Manhattan. Það var algjörlega stórkostleg upplifun og mér langar að gera það aftur. Mitt. Já, ég reyndi að trú, þetta er eins og þú sagðir í byrjun, ef maður fer til borgar og ekki alveg svona búin að átta sig á því hvað maður að fara að gera og svona, þá ekkert mál að eiga svona verri upplifun heldur betri. Einmitt. Það er kannski punkturinn í þessu. Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson. Fjórði, ekki Vilhjálmur Hólmar. Nei, það er annar Vilju Vil sko. Það er söngvarinn og alnafni minn. Já, ykkur ruglað eitthvað saman eða? Það hefur gerst. Það út af röddinni, söngröddin? Nei, það er ekki út af því. En Þóra Guðmundsdóttir, eiginkona nafna míns, góð vinkona mín. En ég vissi það ekki lengi vel að hann væri líka há. Ég þekkti Vilhjálm Vilhjálmsson og Villa Vil söngvara, en það var ekki fyrir að hún sagði mér það að hann hafi heitið Vilhjálmur Hólmar Vilhjálmsson, að ég áttaði mig á því að við erum þvína sem alnafnar. Já, Vilhjálmur Há og Vilhjálmsson. Líka með háið sko. Akkurat. En af því þú nefni það og þú spurðir hvort okkar hefði verið ruglað saman, að þá fékk ég símtal í COVID svona líklega fyrir ári síðan og við sátum bara og vorum að borða, ég og Villi sonur minn, og hringir eitthvað númer sem ég þekki ekki og ég svara og það er ung stúlka sem að spyr Vilhjálmur Vilhjálmsson og ég segi bara já, hvað sæl, Sigríður heiti ég og ég er að fara að gifta mig og lítill drengur er í rosalega upphaldi hjá mér og ég var veltaði fyrir mig hvort þú vildi koma og taka lagið og það fyrstu duttu allar döða lýs úr hausnum á mér og lifandi líka og svo fór ég að hugsa er hún eitthvað að grínast í mér og ég segi, jú, ég er Vilhjálmur Vilhjálmsson, en í hvernig ætlaði að hringja? Já, ertu ekki Vilhjálmur Vilhjálmsson söngvari? Og ég segi bara, nei, væna mín, hann lést í bílslýsi í Luxemburg fyrir meira 40 árum síðan og þú veist, það næsta sem gerist bara að hún skellti bara á hún gæti ekki handlað þetta en þetta átti sér þessi ruglingur átti sér raunverulega stað
Æ, maður, allir hún er bara að hlusta á þetta lag og líka bara berið undir, ef ekki að reyna að fá hann vilja til þess að syngja þetta í brúðkaupinu. Nákvæmlega sko, en það sem ég hefði átt að vera sko snegra að hugsa og ég hefði bara að segja já. Já, algjörlega. Og sen hefði ég bara átt að mæta og bara byrja, mér finnst ég varla heitlinn í að hálfu maður sko. Já, akkurat, og bara, þú veist, það er bara verðmið á þessu og ég kem í brúðkaupið og syng ef þið eru tilbúin til að borga þetta, en hérna, ég er ekki villinn sem þið heldur að vera að fá. Hvernig heldur að upplítið hefði orðið á brúðhjónunum og veislugestum ef að ég hefði mætt í fullum skrúða? Já, ég hefði viljað sjá þetta allan að sjálfur sko. En það er ekki hægt að plata þig í svona verkefni eða? Ég skal hugsa þegar þú verður 30. Já, að tróðu upp? Já, og ég taki annarkvort söknuð eða líftrengur. Eða eitthvað með Nick Cave. Geti líka gert það sko. En það ekki? Já, mér líst vel að ég fæ kannski að heyri þér fyrir það gig. Já, sko, lög eða lög, þú veist, Já, maður er bara það skiptir ekki öllu máli hvort það er sko. Ég voni þau eru bara að heyri þér fyrir þess aftar lögin sko. Við vonum það. Já, við vonum það. Villi, sá 4. 1000 takkir fyrir að koma, virkilega ánægilegt að spjalla við. Snorri frá Húsafelli, takk sömuleiðis.